Já, komið hefur sæl og verið hjartanlega velkomin að tækjunum. Það eru kallbræður sem að heilsa ykkur. Já, góðan daginn. Birkir og Leifur. Einmitt, góðan daginn dag. Chess Pre-Dark. Já, þetta verið alltaf þannig. Já, síðustu dag búið að vera vertíð fram að stóra deginn 29. En í dag mætt til okkar Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra og þingmaður Viðreisnar. Hún hefur setið á þingi frá árinu 2020 og í dag ætlum við að fara yfir, stóru málin í ráðuneytinu. Heldur betur. Útlendingamál, fangelsi, lögreglu, mansal og svo þetta hjartansmál þessa dagana, það jáið sem að þú tala fyrir mikið og 29. ágúst stóri dagur. Vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir það. Hvernig liggur á þig, Þorbjörg? Ég ætla að byrja að spyrja, hvernig var á Höfnum helgina? Það var mjög fínt, en fyrir náttúrulega svona veðursvelt fólk að þá, það var gott veður í Reykjavík. Já. Það var svona þoka þar. En frábæra móttökur, ævintýrlega góð matur, góð fundur og bara, þetta var fínt. Það er góð stemming í ríkisstjórninni. Já, hún er það. Og það er alltaf svolítið gaman að gera eitthvað svona. Þú veist, stundum hafa fundinni verið haldnir á Þingvöllum, en ég held að ég við alla vinnustæði að fara bara aðeins út fyrir venjulegan kontor. Þú veist, Daði í flíspeysunni, þú veist, allir smá eins og heima hjá sér og smá hvítvin með matnum og allt verið gott. Já, frábært. Árum við förum í kannski, við ætlum auðvitað að koma inn á viðburinn, stóra, en hvernig við sumari verið bara almennt? Ertu búin að fara í eitthvað frí? Eða? Ég fór í smá frí, ég fór til Grikklands með fjölskyldunni og var rosa glöð, það var ekki hítabylgja þar og góðu matur og eitthvað, en svo bara aðeins minna frí en maður heldur. Já. Og að því við erum náttúrulega að fara að ræða málalega á eftir, að mér finnst það svona aðeins fyndið í allir þessu umræðum eitthvað, þing hafi ekki verið á störfum og fólk myndi bara ekki fá neinar upplýsingar, að þá finnst mér eins og íslenska þjóðan hafi ekki verið að ræða neitt annað en Evrópu í allt sumar. Nei, ég er sammála. Að fólk verði kannski bara dálítið til í að kjósa 2009 og bara tala um eitthvað annað. Einmitt. Ég er þetta sammála því. Þá að ég náttúrulega sem Evrópusinni er bara allir dagar vera Evrópudagar. Líður ykkur ekki þannig? Já, svona í ágúst hefur þetta svolítið verið þannig að allir dagar séu. Þetta er góð tíð fyrir okkur. Já. Þeir eru búin að líka vera mjög öflugir. Já, takk fyrir það. Já, takk. Við reynda að vera það. Já, mér fannst eins og ég var nefnilega með ykkur áðan, hlustaði mjög fínt viðtal við hans Svein frá Embla Medical, Össuri. Mjög gott viðtal. Já, takk fyrir það. Þannig að þetta er svona gott þegar maður er að reyta arfa í byðanum. Já, og kannski líka ágætt að nefna bara að við hefum svona reynt að halda úti óhæðri umfjöllum. Já, klárlega. Og reyna að sína báðar hliðar og til að mynda Sveinn að gera frábæra hluti og var svona vilhaldur jáinu myndi ég segja og við erum auðvitað að fá Hilma núna frá CCP sem er svona kannski meira megin og reynum að ræða þessu þannig að alla skoðanir eigi upp á pallborðið hjá okkur og því tengt erum við auðvitað með viðburð. Já. Núna 18. ágúst þar sem að samtökin Áfram Ísland og Já til að sjá mætast í Austurbæjarbíói sameiginlegu viðburður. Box, eða ekki? Jú. Þetta verður útlátt til síðasta blóðdropa, það er náttúrulega til þriðjudagur 18. ágúst klukkan 8. Það er þá annað kvöld núna þegar þetta er tekið upp. Já, þetta er líklega skammu fyrirvara fyrir þá sem er að hlusta. Samdægurs. Frá Já til að sjá verða Hjálmar Vilhjálmsson og Kristrún Ágústsdóttir. Já. Krakkaskítur. Já, frá dóttir þín. Já. Og frá Áfram Ísland verða Þórður Gunnarsson og Birta Karin Tryggvadóttir. Já. En þarna verður allt rætt sem að tengi stjórnaratkvæðagreiðslunni og aðildarviðræður Íslands Evrópusambandið 29. ágúst og hægt að næra sér miða bæði gegnum Áfram Ísland og Já til að sjá. Já. Event á Facebook, þetta er á riddari síðan jáfnframt og inn á miðlunum. Svo er líklega hægt að kaupa miða við hurð Já, vonandi. Ef að það verður ekki bara uppselt. Já. En við hvetjum auðvitað flesta til að mæta. Við skulum vinda okkur hins vegar að því sem er hérna fyrir framan þig. Málana. Ákvaðum að klifja þig. Happatreyjan. Já. Takmarkað upplag. Já, þarna ertu komin í happatreyjuna. Já. Að því að þykist nú vita hvað var mikill fótboltaunandi. Þú vorum eitthvað að ræða Liverpool fyrir þáttinu eða ekki? Jú. Þorgerður er náttúrulega, svona köldari með Liverpool.
En ég ætla ekki að reyna að ljúga því ég sé djúp í áhuga, en mér er svona gaman þegar stórmótin eru og lönd eigast við. Þá held ég að við getum öll fundið að það er alltaf einhver svona bulla í manni. Og en ég er alveg uppið að pappa að halda með Tottenham. Þetta er eitthvað bara svona hann er fæddur 52 þegar hann var 10 ára, þá var eitthvað svona gullaldarskeið Tottenham sem kom svo aldrei aftur. En þú veist, hann er lojal. Og þú veist, þegar barnabörnin hafa fæðist þá hafa þau verið svona 8 til 12 klukkustunda gömul þegar þau eiga Tottenham ból. Ég á 3 stelpur og þú veist, þær fengu Tottenham svona samfellu. Þannig að þú veist. Vonandi er þetta Tottenham 3? Já, mun ég vita það núna fljótlega? Já, það er þetta strivill sem þú getur rifið. Strivill? Sjálfsagt. Leifur ómherða fyrir þig? Ég get þetta ekki gert. Hún er ráðherra, sko. Það er að láta hann opna þetta sjálf. Nei, ekki. Hvað er Þórdís hérna? Herri, hérna er þetta. Gjörðu svo vel, Þórbjörg. Er þetta Tottenham 3? Pappadreigur auðvitað aðgengilegar. Birkir, hvar fæst þetta? Það er bara í hagköpum? Bara í hagköpum. Þetta er ekki alveg. Hvað fáum við þarna upp úr pókanum? Kannski sýni myndaðum þetta. Það er London klúbur. Já. Gulur og Eru valið með það? Já, þetta er glæsilegt. Þetta er glæsilegt. Heiðar Helgusson og fleiri góði sem hafa spilað fyrir þann klúbb. Bara loksins. Og svo sendum við hann að klifja það með kalda light heim. Ok. Það er nú bara þannig, en fer vel með boltanum. Já, segðu. Þannig að, ok. Ég þarf að kælja fyrir mig. Já, okkar. Og ég taka 4 næstu hliðar eða? Já, mátt gera það. Mátt bara leggja hann einhver staðar frá þér, en nóg það. Nú ætlum við að vinda okkur að mála kjötið. Hætti sem fíblalátum. Já. Ef við fyrir með útlendingamálin. 4 frumvörpum útlendingalög urðu að lögum á síðasta þingi. Það er mesti árangur í málaflokknum í mörg ár og á sama tíma hefur fólksfjölgun á Íslandi verið margfalt meiri en annars staðar í Evrópu. Fólksfjölgun í Íslandi? Já, sko frá árinu 2017 var 15-föld við Evrópu meðaltalið og nær 4-föld á við hin Norðurlöndin. Já. Hvernig gerðist þetta án þess að nokkur stjórnmálamaður tæki eftir því og sváum við á verðinum, má segja það? Ég held að við höfum gert það sem samfélag, að við höfum sofið hans á verðinum. Þetta er rosalega kraftmikil fólksfjölgun, 50.000 manns á ekki lengri tíma og ég myndi segja að þetta sé eitthvað sem að gerðist vegna þess að það var ekki vegna einhverja stefnu, heldur vegna þess að það var stefnuleysi í málaflokknum. Stærstur hluti þessa hóps sem er að koma til landsins er að koma á grundvelli dvalarleyfa og það er þá vinna fyrst og fremst en alls konar annað líka vinna, nám og undirflokkarnir er alveg slattamargir. Stundum finnst mér umræðan í útlendingamáli vera eins og allt þetta fólk séu sko hælisleitendur eða allt þetta fólk hafi sótt alþjóðlega vernd og þú veist sá málaflokkur hefur fengið alla umræðuna, alla umfjöllunina og þar er hitinn mestur en þetta er auðvitað stóra breytan sem að gera það til dæmis að verkum að í síðustu kosningabartu þegar maður er að fara inn á vinnustæði og svona þá eru kennarar að segja söguna af því að það sé flóknar að kenna, það sé kannski 6 krakkar í bekknum, þetta er í grunnskóla sem eiga annað móðumál en íslensku. Þú veist, það eru þetta annað að eiga við það. Heilbrigðiskerfið segir það sama, læknar og hjúkrunarfræðingar, að fleira fólk sem er ekki til neins sjúkrasaga og bara aðra breytur sem að tikka inn, við tulum bara taka lengri tíma. Lögreglan nefnir þetta líka í samhengi við afbrot vegakerfið okkar og þetta er alltaf að gerast á sama tíma líka og ferðaþjónustun er að springa út bara eins og miklum krafti. Þannig að þetta hefur áhrif á húsnæðismarkaðan okkar, þetta hefur áhrif á skólana, heilbrigðiskerfið, löggæsluna og þegar það svona gerist svona ótrúlega hratt, þá er þetta ótrúlega fínn jarðvegur fyrir gremju í samfélaginu. Þannig að ég hef upplegað mjög sterkt við að koma inn í dómsmálaráðuneytið að það skipti máli að bara sýna það í verki að við ætlum að ná stjórn á þessum málaflokki eins og öllum öðrum og við höfum ekkert verið hrædd við að segja það að við verðum að vera með stjórn á þessum málaflokki
Það verður að vera eitthvað heilbrigt jafnvægi það hversu margir koma til landsins út frá því bara hvernig innviða uppbyggingum okkar hvað hún stendur undir sér. Við verðum að gera kröfur til þeirra sem að hingað koma og við verðum að gera kröfur til okkar sjálfra. Það ég til dæmis að tala að ég sá það líka því ég fór að skoða það þó að það sé málaflokkur sem sé í öðru ráðuneyti hvar við stöndum til dæmis varðandi íslensku kennslu. Já. Þar voru við í norrænum samanburði bara algjörlega á botninum það hvað við bjóðum þeim sem hana utan koma og allar setja stað á íslensku hvernig aðgengið að íslensku kennslu hvernig stuðningur við íslensku kennslu fyrir innflytjendur og það fólk sem að koma á grundvelli alþjóðlegar verndar. Ef við viljum að fólk sem að hinga kemur læri íslensku þá verður við þetta að vera eitthvað hluti af því að það getur síðan raungest. Þannig að við kortlöðum þetta, mér fannst ég strax sjá að það þyrfti að gera ákveðna hluti. Mér fannst ég strax sjá að það því kannski ekki allt til vinsælda fallið, en mér finnst skipta máli í þessum málaflokki að við sýnum það bara í verki. Við vitum hvað við erum að gera, við erum að vinna eftir skýri stefnu, við erum ekki feimin við það að segja við ætlum að ná stjórn, við viljum taka vel á móti fólki og við erum líka mjög skýr með það að fólk sem hingað komið til lands vill ekki virða okkar lög eða siði, það hefur afleiðingar. Mjög gott, mér langar aðeins halda áfram umsóknum alþjóðlega vernd hefur fækkað verulega úr 1122 í 675 á fyrri árshelmingi með gögnum sem ég með samborðið í fyrra. Sko, talandi um að ná stjórn, erum við byrjuð að sjá til lands eða? Já og nei. Við erum byrjuð að sjá til lands í því samhengi þessar tölur eru að lækka. Við erum komin út úr þessum fasa þar sem þetta eru mörg þúsund manns á hverju ári. Eins og segir, fyrstu 6 mánuðin þetta 675 á sama tíma fyrir ári eru við 11-1200 fyrir lítið samfélag munar þetta. Við erum líka að sjá breytingu í samsetningunni. Þetta eru fyrst og fremst fólk frá Úkraínu 60-70% og sagan þar hefur verið farsæl það hefur gengið vel. Sá hópur Úkraínubúa sem að hingað hefur komið til lands hefur sóst eftir því að vera virkur í samfélaginu, leitast eftir vinnu og ég upplifa einhvern veginn að Íslendingar vilji taka vel á móti þeim. Þannig að við sjáum sannarlega til lands í því að við erum komin niður úr þessum mikla kúfi sem að var og mér finnst við ennþá aðeins eiga í það að bara móta okkur skoðun á því hver þetta getur maður kannski ekki sett út tölu að segja, við ætlum að vera í 1000 ári en við erum svona að kortleggja það að því að ef við viljum gera þetta vel ef við viljum gera kröfur til okkar en ekki bara til þeirra sem að hinga koma til dæmis varandi það fólk sem kemur á grundvelli alþjóðlegar verndar ef við erum ekki markviss í því að ætla að búa til stéttskiptingu og félagsleg vandamál þá þurfa móttökurnar að vera í lagi þá leiðir þetta sjálfu sér að við verðum að vita hvað við ætlum að taka á móti mörgum þetta bara samtalið allstaðar því ég fer á fundi við fundum mjög saman ráðherrar Norðurlandana en líka því ég fer á fundi með öðrum Evrópuríkjum sit á fundi með Evrópusambandsríkjunum sem Schengen-aðili í umræðum útlendingamál og tónnin allstaðar hinn sama því að svo mörg lönd fundi fyrir því í kringum 2015 og 16 eftir Sýrland og annað Þjóðverjar tók á móti 1 milljón manns að sko það að gera vel eða sína mannúð og mildi gagnvart fólki sem eru upplifað hræðilega hluti í stríði það að gera vel ekki endilega bara það að taka á móti flestum. Nei. Þannig að ég alveg ófeiminu við að segja það. Við eigum að hafa skoðun á því hver fjöldin sem við viljum og getum tekið á móti og hvernig við viljum haga þessum málum. Já, eins og segir þá heyrir þetta ráðuneyti ekki undir þig en bara sem aðilega ríkisstjórninni sko að því ég mann að fyrir kosningar það var mikið rætt og ritað þetta sem sagt íslensku kennsluna og það þyrfti að leggja ríkari áherslu á hana. Já. Hefur það verið áherslumál þessar ríkisstjórnar að? Já,
og það maður sá þetta strax í síðustu fjármálaáætlun og við erum alveg samstíga í því í ríkisstjórninni og það hafa verið tekið skref í þeim efnum með bara auka fjárfestingu í þetta. Ég myndi reyndar vilja segja okkur taka ennþá stærri skref þar sko því ég held að tungumálið svo mikill lykill að því að fólk fái tækifæri til þáttöku í samfélaginu. Þetta sjáum við bara hinu Norðurlöndunum. Það sem það kannski önnur og þriðja kynslóð fólks, það sem að það lítil tungumál og kunnátta í því landi sem að fólk hefur búið í. Það bara gengur ekki upp. Hvernig ætlar að taka þátt á vinnumarkaði manneski sem fædd á Íslandi en tala alla íslensku. Hvernig vegnar þér í námi. Þannig að þetta bara algjört grunnviðmið og það var aukin fjárfesting í fjármálaáætlun og verða það í fjárlögum núna í íslensku kennslu. Já, við getum líka bara gefist upp og byrja að tala ensku. Maður lappa stundum inn á veitingastað og það bara ensku matseðil sem blasir manni finnst það einhvern veginn sorgleg þróun. Sko. Já, einmitt. Og ég meina, svo það oft svona litlir hlutir sem að, verða stórir í umræðinni. Það fólk sem að þarna vinnur ofta að koma bara í mjög stuttan tíma til að vinna og síðan farið aftur úr landi og ætla sér sjálfsríkt að læra íslensku. Og ég tek líka eftir því, því ég hafi farið á veitingastað og ávarpa þjónun á ensku og svo ertu bara hissa þegar hann svarar þér á íslensku því þetta bara svo fátítt sko. En þetta alveg atriðið sem að fólk talar þetta skiptir máli Annað sem að mér fannst áhugavert þegar við undirbúum við þáttinn það þessi 18 í marga klukkutíma. Já, þetta þannig topic að þetta eru ekki kannski vinsælustu málin sem við erum að tala hérna, þannig að það þarf að vanda til verka svona eins og við reynum alltaf að gera. Útlendingar valds ekki vinsælustu mál. Þið hafið afnumið 18 mánaða regluna sem veitti sjálfkrafa dvalarleyfi vegna tafa á málsmeðferð. Sko ég ætla bara að byrja á að spyrja, ég vissi ekki af þessar reglu, ekki frábært að þetta var bara loophole, þannig. Já, og það kannski myndi ég svona sem lögfræðingur segja, oft einhver góð hugsun á bak við reglu og þarna hefur sennilega staðan verið sú að því það voru mörg þúsund umsóknir að koma, kerfi ræður ekki við það, fólk búið að vera þetta til lengri tíma og bara þau ekki gjalda fyrir það, gefum þeim bara dvalarleyfi. En reglur hafa líka áhrif á hegðun og ef það getur þetta alveg gerst að fólk tefji sjálft til þess að framkalla þá niðurstöðu. Þannig að áfram náttúrulega fá allir skoðun á sínu máli en núna farðu ekki sjálfkrafa dvalarleyfi við það eitt að máli hafi dreist. Mér finnst þetta eðlileg regla, eðlileg skilaboð og sama tíma hef ég auðvitað líka verið alveg skýr á fundum með yfirstjórn útlendingastofnunum það að þessi mál verða að vinnast hraðar en á 1,5 ári. Ein spurning frá mér, það semst þannig að öll þessi nýju frumvörp sem þú komið með í útlendingalöggjöfunni þá bara við einhverja punktstöðu þá að það ekki afturvirkt eða nokkuð? Eða semst þeir sem eru komninga núna þeir bara verða hér? Þetta áttir reyndar við öllum mál sem ekki hafði verið afgreitt þannig að mál sem að voru kannski komin inn að þau gátt alveg fallið undir þetta ef það var ekki búið að afgreiða þau. En mjög oft það þetta nákvæmlega málið. Þú ert í einhverju punktstöðu og getur bara byrjað frá þeim degi. En það líka, og maður heyrir það á þessum ráðherrafundum erlendis. Fólk talar það. Eitt lög, annað framkvæmt og hittir skilaboð. Allt þetta haldast í hendur. Þannig að það að vera bara með skýr lög, skýra reglur, skýra framkvæmt, skýr skilaboð hefur áhrif. Þannig að þetta hefur áhrif á væntingar, þetta hefur áhrif á fjölda umsókna, að ríki sýni það, við erum með stjórn okkar málaflokki, okkar reglur eru settar fram til þess að virka, við munum framfylgja þeim, að því stundum að tala líka bara að framfylgja þeim þannig að við náum fólki úr landi sem á að fara úr landi og vill ekki fara úr landi, en þessi mekanismi hjálpa líka til við það aðeins að draga úr umsóknum. Og ég veit alveg svona frjálslindis áttinni að þá var ég skömmi fyrir það að segja að það sé markmið að fækka umsóknum, en minn punktur við verðum að hafa stjórn á umsóknum til þess að geta tekið vel utan þennan hóp þegar hann kemur. Margt smátt, í næsta mánuði, 22. september, fer þetta fram sjávarútvegssýningin 2026. Hérna í Kópavoginum. Já, það alltaf mikil hátíð.
og þar koma margt smátt auðvitað sterk inn í því að útvega sýnendum það sem þau þurfa fyrir þessa glæsilegu sýningu sérmerktar skyrtur, peysur, pólóbóli Já, geðveikt og allan varning tengd að þessu ef fyrirtæki vilja skera sig út með einhverjum hætti. Það er líka gott, við erum að gefa þeim ágætis fyrirvara en það er ekkit síður að verna en að heyri í þeim. Nei, það er að gera svona hluti með góðum fyrirvara. Margt smátt. Happatreyjur eru auðvitað mættar í Hagkaup og þú getur fengið treyju Premier League, Championship, League 1 og League 2. Þorbjörg fekk Watford, Championship. Íslendinga vinnir en svo eru það kaldamenn og við sjáum auðvitað ekki sólina fyrir Nei, margir að tala með almyrkva ég sé bara ekki sólina fyrir kalda læt, nýja. Nei, það er bara þannig og kaldi 0 hann á einhvern veginn hugmitt og hugminn og hjarta. Kaldi 0, kaldi læt, IPA, sá klassíski. Aðalatrið er að þessi kaldi framan á dósinni eða dælunni eða hvernig það er. Að þetta sé kalt. Já. Ég kíkti í Mango Man. Heyrðu, þú gerði það, kíktir á Olgu. Til hennar Olgu og það var svakaleg upplifun verði að segja. Þetta er ótrúlegt. Það var bara svo áfangi í skóla. Ég fekk bara 101 í klæðaburði. Já. Hún líka tala bara tæpitungulaust. Já, og hún leggur líka upp úr því að kynnast þér hver stíli þinn er. Ég held að við tekið hálftíma bara þar sem hún var aðeins að finna út mér. Sko. Aðeins að þreifa á þér. Og svo var hún að kenna mér að leigera sem að ég hefði aldrei heyrt en það er ekkit hvað sem fer með hverju. Og nú í dag er ég þetta í skyrtu í svona yfirskyrtu sem að hún valdi alveg sérstaklega á mig og jakkarnir og buksurnar og það var svo mikið af góðum flíkum hann. Fá ekki að sjá þetta í næstu þáttum eða? Jú, ég mun og bara ef þið sjáum mig á förnum vegi þá er ansi góða líkur því ég verði í einhvern frá Mango Man. Það var að Mango Man að þakka og kannski koma inn á það, kæru hlustendur, ef þið viljið prófa að fá personal stylist ókeypis hjá Mango Man þá var þetta að bóka tíma hjá Olgu hjá núna appinu. Searchi bara Mango og þar getið þið fundið tíma hjá henni þar. Við tölum þetta 1,5 ári umsýslu sko, og ég velti fyrir mér að því sem sérstakur áhuga maður stjórnsýslu hvernig maður minnkar þann tíma, þú veist, er það þá einföldun á ferlinu, er það þá fleiri starfsmenn í þetta eða hvernig er þetta ráðast í það að minnka það sem mann finnst líka langur tími, 1,5 ár og hvað væri æskilegur ákjóðsvöldum tími í draumaheimi? Nei, menn ég held að okkur þætti 1,5 ár langur tími eða bara sama hvert verkefnið er. Sama hvað stofnun er að afgreiða umsókn. Þetta er auðvitað bara ekki gott. Við byrkjum að pælja að stofna nýtt hlaðarp ef við tilbúið þetta svona 1,5 ár. Já, einmitt. Já. Og vonandi verðum við í útsendingu eftir 1,5 ár. Við getum ekki lofað því, en við erum svona að horfa til þess. Þetta er auðvitað ekki gott. Stafaðu auðvitað bara af því að það varð algjör sprenging. Og ég satt í fjárlaganefnd þegar dómsmálaráðherra forveri minn í embætti var að koma inn með tillögur það að geta ráðið inn fleira starfsfólk til Útlendingastofnunar til þess að vinna niður þennan kúf. Og Alþingi studdi hana í því og það var farið í það. En til lengri tíma liti viltu auðvitað geta verið með þannig yfirsýn það hvað er að gerast til þess að þurfi ekki að fara í svona aðgerðir. Og síðan eiga náttúrulega stofnanir alltaf að vera að skoða hvað er það í okkar verklagi sem getur gert það verkum að við getum unnið aðeins hraðar. Það eru flækjustig í því hjá Útlendingastofnun, það verið að sækja pappíra erlendis frá, það ekkert allstar þannig að stjórnsýsla sér rafræn. Hvað þá þegar fólk að koma, þú veist, eftir að hafa verið á flótta, auðvitað það ekki í öllum tilvikum með alla pappíra á hreinu. Þetta þungur prósess, en verkefnið þetta að reyna eins og framastur raund að vinna þetta hratt og vel og það verða alltaf sveiflur í þessu. Því þú meina morgun getur kvikna stríð einhvers staðar og fólk fyrir á stjá. En núna finnst mér svona, maður geta séð það aftur þetta með þetta eru fyrst og fremst Úkrænubúar og aðrir hópar að fara niður. Ein aðsend spurning sem var það góð að við ætlum að setja hana inn í handriti. Danir birtu nýlega tölfræði yfir glæpatíðni nýbúa eftir löndum. Kemur til greina að Ísland taki saman tölur þar sem fangelsin eru, aftur þetta aðsend spurning, er að meirihluta fylgta fólki af erlendu baki brotnu og kemur til greina að fara að gera upp á milli ákveðina vegabrefa ef þau sína ítrekka fram á miklu meiri glæpi en aðrir þjóðfélagshópar. Ég vildi að við ættum hana með þessum frábær. Já. Sko, ég var nú bara á fundi áðan með hópi sem er að smíða nýja stefnu í löggæslumálum og þar voru að ræða, þú veist, öryggi svona í hinu daglega lífi fólksins í landinu, þjóðaröryggi,
skipulegar brotastarfsemi og allt þetta, en vorum að ræða mælaborð og mælaborð þá ekki síst út af því að lögregla geti þá bara sýnt fram á árangur sinn. Ef markmiðið að ná einhverjum brotum niður eða sýna fram á að brotin eru afgreiðast hraðar, sýna fram á hversu hátt hlutfall þeirra leiði síðan til dóms. Það eru, þetta er alltaf til skoðunar og ég hef áhuga á því að því ég bara almennt sé talsmaður þess að stjórnsýslan sé opin og gagnsæ. Þar finnst mér stóra máli vera að ná utanum það að sjá hverju trendarnir í brotum og helst þannig að við getum verið á undan þeim. Að við sem ekki alltaf bara í viðbræði. Það er alveg rétt í íslenskum fangelsum að menn þess að við heyrðum þegar Bubbi talar hann sé ekki lengur að fara á jólin að syngja á Þorláksmessu á Litla-Hrauni, því hvort þið sáðu þetta, en hann talaði bara eitthvað svona, bæði væri hann að eldast og eitthvað, en hinn skýringi var, þeir þekki ekkert lögin mín. Þetta er bara svo breytt fangasamsetning. Svona er staðan allstaðar í Evrópu vegna þess að það er þetta bara meiri hreyfanleiki á fólki. Og við sjáum það bara svart á hvítu að samsetning fanga á Litla-Hrauni í dag er bara allt öðruvísi útlítandi heldur hún var fyrir 15 árum og hvað þá fyrir 20 árum. Svo er þetta alltaf þetta, þú veist, með þjóðerni, hópa. Ég er ekki talsmaður þess að vera eitthvað að fela þetta eða leyna hlutum, en við þurfum líka að vera meðvituð það að framsetning skiptir máli. Og ert þú með svona mælaborð í dag og er þetta opinbert mælaborð ef það væri ákveðið að fara í eitthvað svona? Ég meina það er hellingsafbrotatölfræði til hjá ríkislögreglustjóra og hún er birt og það eru til alls konar tölur hjá Útlendingastofnun og fangelsismálastofnun. Ég er bara verið að játa, ég er ekki alveg klárað í hversu nákvæmt þetta er og hversu aðgengilegt það er, en þetta er allavega samtals sem er í gangi. En maður vill gæta sín á því að vera einhvern veginn ekki að búa til þau hughrif, af því að þú veist, allir útlendingar á Íslandi, allir innflytjendur á Íslandi taka reikningin fyrir það að við erum konstantli að tala bara skipulegra brotastarfsemi sem eitthvað sem að bara varðar útlendinga hér á landi. Því svo skoðum við málunum og við sjáum að það er sannarlega ekki þannig, eða við skoðum kynferðisbrotin og við sjáum að það er sannarlega ekki þannig. Þannig að við verðum að geta átt þetta samtal með opnum hætti. Kunstin er síðan að segja frá þessu þannig að við séum ekki að búa til ný og fleiri vandamál. Mjög gott. Nei, akkurat, það er bara nákvæmlega eins og segir og þetta er hárfín línaði mitt bara með hvernig maður nálgast það, en mjög Diljá mist á einhvern tímpúnti, ég held að það verið okkar þetta tala um það að þú veist það er ákveðin aðlar eins og til að mynda pólverar sko, sem að kannski eru með mjög lága ábrotatíðni en eru síðan skipaðir í einhvern bekk, ég ætla ekki að segja tossabekkin en samt svona, þú veist, þannig að einhverjir hafa hagsmuni af því að þetta sé byrt líka sko. Já, einmitt, eins og ég segi, þú veist, þetta er þessi jafnvægislist að allir innflytjendur taki ekki í reikningin fyrir eitthvað sem ekki er þeirra. Auðvitað viljum við líka nota síðan svona tölfræði og svona mælingar, svona mæliborð til þess að geta kortlagt hvað er að gera og helst til maður verið þeirri stöðu að geta sportna gegn. Við vitum það til dæmis með skipulega brotastarfsemi, skiptir eiginlega engum máli hvers eðlis hún er. Ef þú kemst í peningana að trufla operasjónina þar, all truflun á peningum, það er það sem að skiptir máli. Já. Eitt áður við slúttum útlendingamálum og erum að fara í önnur sem eru brottfarastöðin sem er mjög heitt kartafla og skemmtileg. Við höfum fengið marga dómsmálaráðara til okkar í settið, við höfum verið svo heppnir og frægir til þess. Og það hefur mikið verið talað sko, Jón Gunnarsson talaði náttúrulega mikið að það hefur verið að markaðsetja Ísland í Venezuela sem bara komið þangað og þeir fá bara bætur og millifærslukerfi og bara veisla. Það er verið að auglýsa markaðsetja Ísland fyrir erlenda námsmenn sem er enda núna búið að laga, held ég. Jú, ég lagaði það. Við lögum það. En þetta er svona kannski góð dæmi hvað þeir eru nú að gera. Já, menn við fórum í nokkur svona skref og eitt af því fannst mér líka kannski bara að það þurfa eins að opna augun fyrir því við erum ekkert alltaf bara að tala alþjóðlega vernd. Til dæmis þetta bara með námsmannaleyfi. Þetta er fólk sem kemur í Háskóla Íslands eða skráir sig í Háskóla Íslands. Og svo sást samt að það eru YouTube-rásir sem eru bara hvernig ferðu til Íslands og íbúin sem getur búið í og þá sér maður bara, það voru langt minni kröfur námsframvindu
mjög stuttar námsleiðir opnar, leyfi til að vera í 3 ár eftir að þú veist diplóma önnuninni lauk þar sem enginn var að fylgjast með því hvernig þeir gekk í náminu, reglur fjölskyldusameiningar sem virkuðu þannig að þú veist, þú skráir því nám og kemur til Íslands og svo flyttur þú foreldraðina með þér. Já. Ekkert annan Norðurlandan, ég held ekkert land í heiminum var með fjölskyldusameiningu fyrir námsmennum að flytja einn ríkfullna foreldra. Þú veist, þetta bara meikar engan sens. Ég farið í framhaldsnám til Bandaríkjanna og auðvitað koma mamma og pappi heims og svona, en þeir fluttu ekki út með okkur. og þannig við skoðum þetta og Logi sem ráðherra háskólamála hefur líka verið að skoða bara gjaldskrána inn í skólana því að það líka annað sem að læri í útlendingamálunum mjög fljótt að enginn eyland í því samhengi að Norðmenn voru síðasta landi sem að skrúfuði fyrir svona einhverja hólu þarna í sínu regluverki námsmannaleyfið og umsögnum hjá okkur bara fjölga 200%. Því þá voru við ein eftir. En þú verður að vera vakandi og þegar við segjum við ætlum að samræma regluverk við önnur Norðurlönd eða kannski frekar afnema íslenskar sérreglur, það það út af þessu. Þú stendur einn eftir, þá breytast hlutirnir býsna hratt. En nú erum við búin að loka fyrir þetta. Auðvitað alþjóðlegt samstarf súrefni fyrir háskólana. Við viljum fá erlenda námsmenn, við viljum mjög gjarnan að þeir sittist hér að, við viljum að þeir starfi í nýsköpunarfyrirtækjunum og allt þetta. Þarna var eitthvað bara að segja á íslensku eitthvað bull í gangi og það var skrúa fyrir það. Hrein íslenska, takk. Takk fyrir það. Meira svona matselna. Förum í fangelsismálin. Það er svona brottfararstofunni. Hún er örgulega að deila í það. Það er alveg bara svona sínvinnsæl umræðefni. Nei, fyrir ekki, brottfararstofun. Frumvarpið er auðvitað, eins og segir Birgir, mjög umdeilt mál. Ísland er eina Schengen-ríki sem ekki hefur rekið slíkt úrræði en gagnrýnendur hafa ágjör af mannréttindum og þá sérstaklega barna, maður hefur heyrt þessar raddir. Já. Ísland hefur verið skuldbundi frá 2010 til að hafa svona úrræði en við höfum ekki verið að uppfylla það hinga til. Hvers vegna tók þetta svona langan tíma trátt fyrir þessar skuldbindingar á alþjóðlegu? Já, ég er auðvitað búin að vera dómsmálaráðari í rúma 18 mánuði. Ég get ekki auðvitað að svara fyrir það. En þetta er umdeilt og ég skilði það mjög vel og þetta var ákvörðun eða mál sem ég vissi. Þetta þarf að gerast. Ég mun fronta þetta mál, tek þessa ákvörðun og stendu þetta með henni. Vissum ég auðvitað líka að þetta yrði umdeilt og ekki til vinsælda fallið. Síðan er nú reyndar til könnun sem byrtist einhvers daginn, man ekki hvort það var vísir eða eigin, sem sýndi nú samt að bara, ég held að það eru 70-75%, þú veist, sem bara skildi þetta. Og öll Schengen-ríkin sem eru með þetta úrræði eru bundin á sömu sáttmálum og við. Þannig að það að virða barnasáttmálan þýðir ekki að þú getur ekki verið með þetta úrræði, heldur spurningunum hvernig gerur þetta. Það er verkefnið, að fara inn í mál sem eru erfið. Þetta varðar auðvitað þennan litla hóp sem að hefur fengið nei. Þú far ekki alþjóðlega vernd hér, sem hefur kannski kært sig í gegnum allt ferlið, aftur fengið nei, lýsir því yfir eða sýnir það í verki að þau ætla ekki að virða ákvarðanir stjórnvalda. Þá þarf að hafa einhvern stað þar sem að fólk er í 2-3 daga til þess að bara tryggja sig á staðnum áður en því er flogið út. Í 70% tilviki eru þetta stakir kallmenn. Þannig að í þessum jaðarhópi er síðan annar lítill jaðarhópur sem eru þá þau tilvik þar sem fjölskyldur eru að ræða. 2 foreldra eða mömmu eða pappa og barn er með. Verkefni þá er að finna út úr því, við gætum þetta sagt, við munum aldrei brottvísa þeim sem að koma með barn til landsins. Við vitum hvað afleiðingar það hefur í för með sér. Og það eru bara öll reynsla, öll gögn, segir manni það. Það er ekki endilega niðurstaða sem er farsæl fyrir börn. Þannig að verkefni er þá að skoða í þessum aðstæðum sem eru erfiðar og ömurlegar fyrir alla, hvernig gerum við þetta á sem mildilegastan hátt.
Í dag er þetta gert þannig að foreldrið eða foreldrennir fara í gæsluvarðhald sem langt harkalegra úrræði heldur en að vera í svona einhverju íbúð þar til að þessu kemur. Krakkarnir þá teknir af þeim og eru í umsjá einhvers fólks sem að barnavernd finnur fyrir þau, einhverju fósturforeldrar eða eitthvað sem að taka þá til sín einhverja krakka í nokkra daga sem kannski tala auðvitað ekki íslensku, tala jafnvel ekki ensku og eru bara tekin úr umsjá 1-2 manneskina sem að þau þekkja í þessum aðstæðum. Niðurstaðan hefur verið svo, það betra fyrir börn að vera með foreldrum sínum í svona aðstæðum. Ég hef hlustað á þessa umræðu þetta og fundist, hún eins og hún þetta ekki fangelsi og það bara ekki rétt nefni að lýsa því þannig. En þetta lokað úrræði, en fjölskyldum verður tryggð, íbúð, foreldrar geta verið saman með börnunum sínum. Ég myndi segja að maður ætlar að líka þessu við eitthvað, þá kannski þetta býsna nærri því sem að fjölskyldur fóru í gegnum á meðan við vorum með sóttkví. Og börn voru með foreldrum sínum inn í íbúðu eða inn á sóttvarnarhóteli eða hvernig það nú var. En ég skil mjög vel að þetta veki upp tilfinningar og að fólk eigi erfitt með þetta. Mér finnst nú samt svona að það séu fleiri sem að skilja þetta en ekki og þetta líka það sem maður heyrir kollega sína tala að þú sýnir fram á að regluverki virkar að þú ert í færi til að framfylgja ákvörðunum það hefur áhrif. Þannig bara það að eiga þetta úrræði gerir það kannski líka verkum að fólk verður samvinnu þýtt. Eða sko, maður velti líka fyrir sér að því eins og þú segir, þetta bara við erum bara, þetta fangaklefar í dag núverandi úrræði og þetta úrræði sem við erum að tala hérna þú veist, það eru þessi 2 úrræði og hvert þriðja? Bara sleppa þessu alfarið þetta kannski illskast eða einhver annar? Ég meina þetta eru alveg þeir til í umræðinu sem segir bara það á ekki að brottvísa fólki og þú veist og ég meina þá get ég bara sagt fullum fötum ég ósammála því. Ríkisstjórnin ósammála því og ég held að flestir séu ósammála því. Maður getur ekki bara hort á eina sögu og sagt sleppum þessu bara að þú ert alltaf að spegla einhverja reglu, einhverja framkvæmd sem að hefur þýðingu á önnur mál. Og ég vonast þess og ég trúi því að þegar að við opnum þetta úrræði að þá verði það til þess að það verði bara betri samvinna það að fara í burtu þegar að fólk uppfyllir ekki skilyrði það að mega vera hérna. En ég get verið alveg heiðarleg, mér fannst þetta mál mjög erfitt. 180 einstaklingar hafa látið sig hverfa eða komist hjá fylgd úr landi á síðustu árum. Er þetta að tala sem réttlætir svona úrræði eða er þetta láttala með heildarfjölda? Ef þið hugsið aðeins út í það, þú veist, 180 manns, þarna getur verið börn líka. Þegar maður ræður þetta við fulltrúa ríkislögreglustjóra og útlendingastofnunar þá segja þau að líkindum þetta fólk farið. Sennilega eru þau farin, en við vitum það ekki. Og fyrir fólk sem að til dæmis hefur mikið verið að velta fyrir sér börnunum sem að fara þá með foreldri í brottfararstöðina, það ekki góð tilhugsun að hér á landi sé barn sem ekki gengur í skóla og í felum og allt þetta. Þannig það sýnir í öllu falli að það þörf á þessu úrræði. Ég ætla ekki að hafa tilfinningu fyrir því hvort að þetta sé láttala eða há, en þetta staðan. Að það 200 mann sem við vitum ekki hvort á landinu eða ekki. Maður veltir þessu fyrir sér hvort vill maður hafa börn utan kerfisins eða í 2-3 daga í þessu úrræði þar sem að allavega gerð tilraun til þess að hafa þetta mannulegt. Og ég meina ég ætla að rósa allsherjarnefndinni og meirihlutanum sérstaklega fyrir það hvernig þau unnu þetta mál af því þetta var, það hefur engin gaman af svona máli. Þetta var ekki frumvarp sem ég var gladdist þegar það var orðum lögum og sá sem eitthvað sigur. En ég vissi að þetta þurftum við að gera. Og þetta þurfum við að gera í samhengi við Schengen og allsherjarnefndin meirihlutin lagði mikið á sig til að ramma það sérstaklega inn hver verður umgjörðin þess að fáu fjölskyldur sem munu vera í þessu úrræði, að finna fyrir þeim íbúð sem bara eins og heimili með leikaðstöðu, það útivera og allt þetta. Stóra dramatíkin felst kannski miklu frekar í því að þetta fólk fékk ekki niðurstöðuna sem það vildi, en ég ætla ekki að gera lítið úr því að
það eru flækjur í svona málum. Sko, ein stuð frá mér, 2-3 dagar þarna, það ekki hægt að fljúga þessu fólki út samdægurs eða það kannski flókið eða þurfa það er ekki hægt bara samdægir beint úr landi? Ef að það er hægt að er þetta ekkert eitthvað sjálfstætt markmið að menn séu í 3 daga en stundum eru áfangastaðnir eins og þeir eru og það er bara verið að reyna að tryggja það í þeim tilvikum þar sem fólk er búið að sína í verki, það hefur kannski horfið áður. Það er búið að bóka flug, það er búið að fara í alls konar undirbúning og svo er fólk ekki til taks þegar til þess kemur að þá þarf kannski að gera þetta meir en bara að mótni brottfaradags að tryggja það fólk sé á staðin. Þú veist, því miður er það bara veruleikin. Sko, ég veit ekki hvort ég að hrósa þér fyrir þetta fjölmiðlum með eitthvað öðrum en það er dálítið langt síðan maður sá fréttaflutninga lögreglunum vera taka ykkur af fjölskylda nóttu til að það tilviljun eða? Ég held að sé ekki tilviljun og ég held að sko stjórnmálin og almenningur í landinu, þú veist, það er ekki þessi mikla gjá eins og stundum talaður Þið sjáuð alveg það er mjög breyttur tónn inn á Alþingi í útlendingamálum. Allar skammir sem ég fæ á Alþingi, ekki sístur sjálfstæðisflokk sem bara af hverju ertu ekki vinnendur hraðar og hefði þetta ekki best finnst mér þegar sjálfstæðisflokkurinn segir hefði þetta ekki mátt gerast fyrir. Það er heldur gott. Jú. Þið voru þarna. En landslagið hjá almenningi í landinu hefur þetta líka breyst. Og það er ekki lengur þannig að þú veist öll umræða sé, þú veist, við erum ekki alveg á pólunum lengur, að þetta sé opin landamæri eða loku landamæri, ég held að svona stóri stabbin skilur, það verður að vera hérna eitthvað regluverk sem er skynsamt, þjónar atvinnulífin okkar, tryggir að námsmenn geti komið til landsins, sýnir að við erum ætlum að taka þátt í því að taka á móti fólki á flótta, og það verður að vera umgjörð sem sýnir það að fólk sem ekki fylgir okkar reglum, þú farið nei, þá verður að fara. Öll önnur ráðuneyti, allar aðra stofnanir, við erum alltaf með einhver verkfæri í höndunum þegar fólk ætlar ekki verið það ákvarðanir stjórnvalda. Þetta er í grunninn ekki flóknar en það. Mjög gott, færum okkur yfir í fangelsismálin. Fangelsin eru yfirfull, dómar fyrnast og Þorbjörg hefur sjálf viðurkennt að þurfa að horfa á skammtíma aðgerðir samhliða langtímaverkefninu, stóra hraun. Ein lauflétt svona, þegar tala sjálfstæðisflokkinn, Guðrún Hafsteinsdóttir fyrrum dómsmálaráðherra hefur gagnrýnt þig harkalega fyrir hægagangi í þessu máli sem hún nefndir áðan. Sko, hún talar að skúffurnar, eða þú segir að skúffurnar í dómsmálaráðherrinu voru tómar þegar þú tókst við. Sko, með það tal sem við og þau samtöl sem við mátti sjálfstæðismenn og þá var nú hægur leikur fyrir því að vera dómsmálaráðherra, það voru alltaf skúffust útfullar öllum þessum málum sem þú ert bara núna að taka frá þeim. Flættu upp úr þeim. Og ég sagði þetta nú bara í einhverju samingi þess að hún sagði, já ég var nú líka með á þingmálaskrá frumvarp en afturkallun alþjóðlegar verndar. Það var nú samt bara þannig og þetta segjulega fræðingar í ráðuneytinu, það var ekkert slíkt frumvarp tilbúið. Nei. Og með sjálfstæðisflokkurinn stundum tala eins og þú hafi verið bara einhver málstofa. Þau segja bara, já okkur fannst þetta nú líka og þetta vildi við gera og stjórnarandstaðan var nú ekki duglega að styðja okkur. Já, þau segir endur að þið hafi ekki verið að benda á þeirra. Miðflokkurinn studdi mig ekki í brottfarastöðinni þau sátu hjá, menn ef ég afgrumd það samt, munurinn kannski að ríkisstjórnin getur skilað árangur sjálf. Auðvitað er það betra í svona málum að njóta stuðnings. En bara svo ég nefni dæmi, við vorum að tala um brottfarastöðina, miðflokkurinn studdi okkur ekki þar, þau sátu hjá, þau sitja býsna oft hjá í málum. Tala mikið, en vilja stærri skrif í útlendingamálum, svo kemur eitthvað svona, þau styðja það ekki. Þannig að auðvitað er það aðal breytingi núna að við getum tekið þessar ákvarðanir. En sjálfstæðisflokkun hefði reynda þurft stuðning utan úr sinni ríkisstjórn. Sem var erfitt með VG. Já, ég segi það. Já, það var valhjóðum að vinna með VG. Já, einmitt, alveg rétt. Það er góða punktur. Þau voru ekkert nöðbeðið til að gera það. Þegar ég var búinn hjá Mango, hjá henni Olgumni, þá kíkti ég á Kringlukrána. Já, vel gert. Þá var maður orðinn svangur. Já. Og hvergi betra að grípa bita enn á Kringlukránu og gesti borgarleikhúsins njóta auðvitað tveggja eða þriggja eftir leikhússeils á hagstæða verði fyrir sýningar. Þannig að þetta er ekki bara þegar þú ert búinn í personal stylist eða persónulega stílistanum, heldur er þetta fyrir svanga verslunarleiðungus fara. Það er nú þannig að þegar þú ert búinn að versla mikið þá er maður svangur og þyrstur. Þá sverfir sulturinn oft að, þannig að þá er að gera að kíkja til
Sófusar og kringlukróni. Sófusar. Það er málið. Það er svakalega matselt þetta. Krónan, hvað á að hafa í matinn? Þú ert auðvitað með uppskriftarvef krónunar og getur fengið hugmyndið þar og svo er þetta skannað og skunda sem að... Já, skundalistin og krónalindir, krónan í kórunum, veljið, agrabrötti, ég er að vinna með agrabrötti þessa dagana. Já, minn er ennþá að hallega stýrun. Já, kemur ekki óvart. Íslandssjóðir, þeir hafa verið í eignastýringun síðan 1994. Þeir voru ekki að byrja? Geri aðrir betur. Markaðshlutdeild Íslandssjóða er 28% á innlendum sjóðamarkaði fyrir almenna fjárfesta. Já, einhverju 12.000 sjóðafélagar. Sko, ég er að vona frá því að við byrjuðum saman við Íslandssjóður að þeim hefur nú fjölgað. Ég veit alla fjölgaða meitt, því að ég byrjaði það. Eins og ég sagði frá því síðasta þætti að þá sett ég upp reklamsparnað fyrir dóttur mína og nýfædda dóttur mína og maður sér bara hvað er að gera góða hluti að fyrir utan hvað þetta er allt þægilegt viðmót og auðvelt að sjá yfirsýni og hvernig þetta gengur, reglulegur sparnaður er þægilegur og annað Íslandssjóður er málið. Orka náttúrunar, ef að þú ferð Suðurlandi þá er auðvitað fullt af stöðum þar. Já, við ætlum að loka þessu núna því að þú varst búin að, við erum að keyra Suðurlandi. Já. Hvað erum við að tala um þarna? Þú ert að loka þessu núna. Sko, ef við tökum þetta bara stöð fyrir stöð, þá erum við með 10 tengi á Selfossi, rúmlega, ríflega það. Byrjum þar. 3 tengi á Geysi, sem að, aftur, við höfum sagt áður, þau er til að gleymast einhvern veginn, en Hvolsvöllur er líka með hauga tengjum. Skógafoss, 6 tengi og tilvæglega að kíkja aðeins í fossin í leiðinni. Já, svo er alltaf Vestmannaeyjar líka, 5 tengi. Rétt, 5 í Vestmannaeyjum og þannig að þú ert þarna með heilan haug. Já. Og það er engin hleðslukvíði sem ætti að... Við tókum Norrlandi í síðasta mánuði, þannig að hvorki hleðslukvíði á Norrlandi nýja Suðurlandi og maður þakka bara Orku náttúrunnar fyrir your service. Við erum störf og þeir sjáðu þetta líka hleðslustöðar í heimabyðinni. Viljandi kynnti ég með Stórahraun ekki mikið að ég ætla að spyrja Þorberg út í þetta ég held að hlustendur hafi svo sem ekki kynnt sér þessar Byrjum að þetta er gott nafn. Já, ég ætla að segja, verður þetta hliðin á Litlahraun og verður þetta fyrir stóru glæpamenn eða hvernig verður þetta? Stórahraun verður ekki alveg við hliðin á Litlahrauni en verður á Suðurlandi og nálægt. Stórahraun er eiginlega og þarna voru allar teikningar til af því hvernig þetta fangilsi myndi lítið út því ég kom inn í randi til þess að vera sanngjarn það og undirbúningsvinna töluverð hafi farið fram. Ísland hefur aldrei byggt fangilsi sem er hugsað sem fangilsi og okkur vantar öryggisfangilsi. Það er Litlahraun, sorry, var það ekki hugsað sem fangilsi? Litlahraun er upphaflega ekki byggt sem fangilsi. Okay. Og ef við farið inn á Litlahraun, vonandi eigið ekki mikið erindi þangað, en það húsnæði er eiginlega algjörlega til skammar, bara með miklu og aðbúnað gagvart fangavörðum, öryggi fangavarða, en líka gagvart föngunum sjálfum. En svo er Hólmsheiði kannski flott, segja sumir? Hólmsheiði er þetta fyrst og fremst gæsluvarðhaldsfangilsi. Já. Og það er þetta alltaf rosa stutt í þessu umræði að fangilsin séu flott og eitthvað, en svo prófið að fara í fangilsin og hugsa, myndi ég vilja gista hérna í viku og ekki gera neitt annað þá þó að það sé sjónvarpin á herbygginu þá er það ekki kostaboð og það er líka eitthvað sem ég held að fólk þurfa að hugsa þegar við tölum lengd dóma sko, að það er ekki lítið mál að vera í fangilsi. Þú veist, 2-3 ár í fangilsi er mjög langur tími fyrir þann sem þar er inni. En nú játa ég er búin að glema hvað varst að spyrja mig. Við vorum að tala um Skúfurnar og Stórahrauni. Stórahrauni, já. Stórahrauni er sem sagt hannað sem öryggisfangilsi. Þetta er svona stigskipt, hópur 1, hópur 2, hópur 3. Það sé betur hægt að aðskilja fanga sem eru hættulegur öðrum föngum, tryggja það að fanga sem hafa tengsl sín á milli, get ekki verið í samskiptum, en líka aðstæða til þess að það geti farið fram svona einhver raunveruleg betrun, þú veist, nám og annað því líkt. Þannig að okkur vantar sárlega betra fangilsi en okkur vantar líka bara fangilsispláss og þarna eiga að vera minni með 130 fangilsispláss. Þetta tengist aðeins því sem við byrjum á að tala um, fólksfjölgunna. Og veist, okkur fjölgaði 50.000 manns á 10 ára tímabili. Mjög breytt íbúasamsetning og á sama tíma er öll afbrota bara þróast með þeim hættu á Íslandi eins og allstaðar í Evrópu. Brota ferðast á milli landamæra og allt þetta. Fangilsplássum á Íslandi fjölgaði 0. Já, Robert. Á þessu sama tímabili. Þannig að þau hafa lengi verið yfir full og það hefur lengi þurft að byggja nýtt fangilsi, það hefur lengi þurft að fjölga fangilsisplássum
og þetta ástæðan fyrir því að það hefur verið að gerast að þú dæmdur í fangilsi, dómari segir íslensku dómstóll þessi maður á að sitja 9 mánuði í fangilsi og svo gerist það bara ekki. Dómurinn fyrnist. Það þetta skandall. Já, og fer hann sá aðlið þá bara ekkert í fangilsi? Sá aðlið fer bara ekkert í fangilsi. Og þetta hafa fangilsin verið að forgangsraða þannig að þú veist, þeir sem eru með þyngstu dómana fari strax inn. Stundum það auðvitað í alvarlegu málum að menn eru búin að vera í gæsluvarhaldi allan tímana með málið fyrir dómi og svona. Og það nú ekki mikið það að svona einhver alvarleg brot hafi fyrnst, en þetta að gerast og það bara ekki í lagi. Og það búið að vera að taka alls konar skref á liðnum árum, þú veist, áður en ég kom inn í ráðuneytið. Einu sinni voru fangar að meðaltalið afplána 2/3 af dómnum sínum og fóru þá á reynslulausn. Það búið að taka það niður í hálft ár. Það verið að hækka hámarki á því, þú veist, hversu mikið þú getur tekið í samfélagsþjónustu. Það var miðað einu sinni við ár, nú var miðað við að þú veist, alltaf 2 ára dómur getur klárast í samfélagsdóm í þjónustu. Og þetta líka hluti af því að við fórum í þetta skref núna í 1 ár að segja sem svo með útlenska fanga sem voru með lítil tengsl í landið að þú veist, þegar þeir eru búin með þann hlutarefsingarinnar að þeir eiga að fara inn á vernd sem svona úrræði sem að koma út í virkni í samfélaginu, tryggja þeir aftur vinnu og sjá svona hvort að þessi aðlögun að reynslulaust gengur upp að þá myndum við bara í staðis að fara með fanga sem ekki með neinn tengsl í landið í þetta úrræði að bara koma fyrir út úr landi. Bara í þeim málum þar sem að lá fyrir brottvísun, þannig að segja sem svo, við erum ekkert í einhverju inngildingastefnu gagnvart glæpamönnum. Þú átt ekki að fara á vernd, ætlum ekki að aðlaða til þáttöku í samfélaginu að því við erum frá brottvísa þér. Þá þarft ekki að nýta plássi og vernd fyrir það heldur þú fer bara lóðbeint úr landi þegar að afplánun lýkur. Ég heyri að þetta var náttúrulega í tengslu við tiltekið mál, mjög heitt, ég skil það mjög vel. Alveg þetta rökstu að báða niðurstöður í því máli, en þar var staðan svo, ef við tölum bara aðeins þetta rauðagerðismál. Hann búin að sitja held í 5 ár í fangilsi, 16 ára dómur, reynslan svo að menn sitji helming. En inn í þessum helmingi þá þessi hluti, það sem þú ert inn á vernd, þegar þú ert á vernd, þá ertu laus allan daginn, þetta húsnæði bara hérna í Reykjavík, og bara skila þér inn fyrir kvöldin. Inn í þessum helmingi líka tími þar sem hún getur bara verið heima hjá þér, en ert með ökklaband. Og mér finnst það ekki vera missir fyrir íslenskt samfélag að þessi maður hafi ekki fengið að ganga laus. Mér finnst það ekki vera missir fyrir íslenskt samfélag að leið og eiginlegri fangelsisafplánum var lokið, bara veru í fangelsi var lokið, það voru hann að móka út úr landi og fari ævilangt endur komið bann inn á allt Schengen-svæði sem eru 29 ríki. En ég skilu þetta ótrúlega vel að fyrir fólk sem hefur staðið þeirri trú að 16 ára dómur þýði 16 ára í fangelsi finnst það galið. En það bara ekki framkvæmdin. Það hefur verið með helming og af þessum helmingi sem drúgu tími í svona einhverjum úrræðum þar sem við verið reyna svona að koma mönnum inn í betri fasa í sínu lífi. En við vitum með ákveðin hóp fanga, það á brottvísa ekkert slíkt stendur til, þú ert að fara. Já, þetta nefnilega mjög áhugavert, einmitt 16 ára dómur, hvað þýðir það? Erum við með betrunarúrræði eða hegningarúrræði? Ef við tölum eiginlegu fangelsin sem hafa ekki verið byggðsins slík til að mynda Litla-Hraun, það betrunarúrræði eða hegningarúrræði? Og ég meina, þetta líka alltaf bara rosa pólitísk spurning. Sumir bara á því, þetta á bara að vera hegningarúrræði og ég held nú eins og að aðstæðan á Litla-Hrauni, þá vorum við ekki nálægt neinni hugmyndafræði neina betrun. Aðstæðan þar ömurleg. En ég meira á þeirri skoðun, menn ég vann sem saksóknari áður en ég fór á þing, að það sé miklu eðlilegra að hvort sem við erum að tala um morð eða kynferðisbrot eða eiginlega bara skiptir engu máli hvert brotið það búið að dæma því í fangelsi í ákveðin tíma að þú sitir þá svona 2/3 af því í fangelsi og svo sé þessi þriðjungur þá notar þá til þess að reyna og þetta heitir reynslulaust. Við ætlum að sjá hvernig þetta gengur, hleypa hans fyrr út undir eftirliti með ökklaband,
reyna að koma í vinnu, náður upp úr brotastarfseminni. Mér finnst helmingur, mér finnst það lítið. En þetta framkvæmdi núna, ég ekki í færi til þess að breyta henni sem stendur og þannig að þegar við erum að ræða þetta tiltekna máli eins og Rauðagerði þá verðum við að ræða út frá þeim veruleika sem við erum í en ekki út frá því hvernig við vildum hafa hlutina og svo get ég sagt að í lokuðu herbyggi með ykkur þessum enginn að hlusta ég lít svo á að okkar samfélagi örgara eftir að þessi maður fór landibrott. Já, sorry, ég með eina spurning. Já, þarna sko, maður einhver góðu sagði við mig alltaf ekki pæli hvað fólk segir heldur hvað segir ekki og ég var að segja mig til leið á hann komst sko að maður tekið eftir að stjórnarnarstaðan hefur látið þig alveg í frið og það ekki að þið erum að gleyma að þú sé dómsmálar það bara því að þér hafa ekki fundið neitt að því sem þú hefur gert og ekki er þið mikið að rósa sem bara eðli málsins á Alþingi. Nei, maður nú stressaður þá sko. En hún fór strax á fæturnar þegar þetta mál kom upp, sá Sigríður Andersen og fólk og sjálfstæðarhólinn gagnrýnda. Var það málendalegt að það var bara eitthvað miskilningur eða? Hefur þið heyrt einhverja svona, þú veist, ég meina... Sko, ég ætla að vera alveg heiðarleg. Ég skil mjög vel að fólk sem að sér þess að frétt og mér langar kannski fyrst að segja, skilur, þetta lagaheimild sem Alþingi veitti Fangelsismálastofnun. Síðan auðvitað stofnurinn að meta þú veist, málin og kríteríun og þau taka auðvitað þessi ákvörðun Fangelsismálastofnun en ég hef allan skilning á því að einhver manneskja sem bara heima og heyri þessa frétt og hugsa bara, það ekki nýbúið að dæma þennan mann í fangelsi og þetta viðbjóðslegur glæpur aftaka hvernig getur þetta gerst? Þetta fólk veit ekki að praxísin hann var aldrei fyrir sitt 16 ári fangelsi hann var reyndar löngu komin á Kvíabryggju og hann var á leiðin inn á vernd og lýstir vel á þápælingu hann sé á Flandri bara í Reykjavík mér finnst það erfiðar að áttum á því hvað þingmennir eru að fara sem að þú veist, kynntust þessu máli inn á Alþingi og hvort hafi fundist að þetta gæti aldrei átt við svona mál það eru þetta alveg sjónamið og ég respektera það alveg þannig að ég á ekki skýrt svarið því Nei. Og eins og ég segi, það kom mér ekki óvart að tilfinninga fólks yrði svona gagnvart þessu að því ég skil, það alveg hægt að rökstyðja báðar hliðar í þessu Já, þetta báðar niðurstöður þetta snúið og þetta eins og með vorum að tala brottvísannar og þessa kvata sem að myndast og sama með bara heilu ferðarþjónustu haggerum sem að byggðist upp hana eins og var ekki Venezuela sko að því að einhverju tala að það mögulega lækka að þú getur að sagna með 12-13 ári Svíþjóð eða einhver svona galin tala bara vegna kvata sem hefur skapast að senda krakka sem erindreka fyrir glæparhingina og eins með þetta sko að því að kannski myndast kvata eða sjá bara þú var helmingsafslátt af fangelsisdóminum ef þeir góma þig fyrir erlenda glæpastarfsemi Já, og ég meina það þá, sko horfa á Norðurlöndin og það eru á Evrópu, það ekkert ríki sem þannig að þú sitir alltaf allan dóminn og með það hvort að þessi lagabreiting núna sé hvati, þá hún það ekki að því hún gildir í ár og að því vorum að tala um málsmeðferðartíma, þá hraðin á dómsmálum þannig að hún getur bara gilt þá sem eru komnir í fangelsi. Það engin heima bara eitthvað, heyru, let's go. Það ekki fara að virka þannig sko og svo aftur þetta með að þú veist að sitja 5-6 ár í fangilsi það nú alveg svolítið tími sko með Svíana þá finnst mér þetta mjög sérstök lagabreyting sem þeir fóru í ég verð með frumvarp í haust sem svona aðgerðapakki gegn skipulagðri brotastarfsemi þar við dálítið að horfa á sama vandamál sem við blessunarlega erum ekki alveg komin Svíar voru bara í ákveðni stöðu og ákveðni vandamálum en ég vil að við séum tilbúin til þess að mæta þessu með verkfæri í kistunni og við erum að horfa á þannig að það sé hort til þess hver það sem að ginna þetta barn til þess að fremja einhvern hræðilegan glæp sænska reynslan sko það einhver kollungur strákur fengið til þess af glæpa klíku að sendur í morð af því hann ósakur og Svíðan segir bara ok, þá hann bara ekki ósakur hvað næst, þú veist, getur verið sakaður 9 ára
að einhverstað liggur svo lína samt sko og þá vill maður geta verið að nálgast þetta útráði hvað hópar á bak við þetta að það sé þá hugmyndin hér bara sá sem skipar barni fyrir verkum það að fara í morð geti tekið út refsingu eins og hann hafi sjálfur gert þetta. Já, þannig við komin í næsta umræðli sem skipulög brotastar sem við mannsal og vændi en mér langar að staldra þess við erum svo léttunóðum í dag það rosa þetta að lesa þessa titla en sko að svo fólk alltaf svo hissa því ég bara mist mjög gaman í dómsmál mjög gaman í vinnunni já en þú veist að gera það bara svona hvað aðinni vegum miklu starfi og þetta ekki skilji fyrir það en mér langar að spyrja aðeins meira út í fangelsmálum sko bara því að ég velti þessu fyrir með stóra hraun, bara í fyrsta lagi hvað framkvæmdina kosta og hins vegar hvað mann kosta að reka þetta, af því að við erum nú að tala líka samstarf og hvað eru afbrotastar sem milli landamæra og síðan bara hins vegar eru að tala ESB sem við erum ekki eins og komin inn á en þessi alþjóðavæðing og af því að Ísland auðvitað frábærlega til þess fallið að ná verðmætum upp úr sjónum og hagkvæman hátt, við erum góð orku og annað slíkt en eigum við að vera að reka hegningafangelsi á Íslandi eða hægt að framsala því alfarið erlendis eða í meiri mæli? Ég held sko talandi skilaboð það ekki til fangels á Íslandi. Það bara leikskóli já ekki raunhæft sko okkur vantar til dæmis gæsluvarðhaldspláss mjög mikið og það skortur á fangelssplássum okkur vantar fangelsspláss á Íslandi og þetta bara hluti trúverðuleika síðan það nú líka þannig að það alls ekki þannig að allir fangar í fangelsum séu útlendingar og það nú svona viðurkennt mannréttindasjónarmið að menn afpláni í návi yfir sína fjölskyldu og annað því líkt sko en ég hins vegar í vinnum það að reyna að virkja samninga við önnur ríki Pólland til dæmis það að menn afpláni í sínu landi það nú kannski stundum að góða sem að sér við íslensku kerfina því við erum svo lítil ef við okkur tekst að losa 5-6 pláss á ári með svona virkja þessa framsalssamninga betur þá munar það þannig ég alveg með augun á boltanum á því það komur enda líka óvart að í 10 ár hafi engin hreyfing verið á þessu og eins og samsetningin og þá eru þetta ákveðu lönd sem myndi alveg muna að gera þetta tímafrægt, þetta flókið en þegar ferillin komin á stað að þetta líka alltaf spurning skilaboð þá mun þetta borga sig en við þurfum absolutt fangelsi Mjög gott og kannski líka talan á stóra hraunni, hvað þetta kostar. Guðrún sagði að þetta átti bara að kosta 17, þú komin í 30. Já, þetta dýrt. Ég þetta fjölgaði plásum 30 frá því sem að hennar plön voru. En ég held maður sé svolítið blindur á svona tölur. Ég heyrði þetta ég bara, þú veist, litla viðbyggingin við Keflavíkurflugvöll kostaði 30 milljarða. Við erum að sjá, það var hjúkrunarheimili að opna á Höfn og var í kvöldfréttunum í gær. Lítilsæt íbúðareining kostaði 3 milljarða. Þannig að ég veit ekki, líður manni þannig að ef það myndi kosta 18 milljarða það var ógeðslega góð prís. Ég veit það ekki. En fangelsi, fyrst við erum á þessum þungu slóðum og geti bara farið með ykkur í mjög morbid samtal, í eðlisinu dýrabyggingar. Öryggiskröfurnar eru þannig til dæmis að þú ert að kaupa klósett, vask og þannig sem þetta þarf að vera fast með öðrum hætti heldur en á heimili. Rúmin líka. Þetta eru öðruvísi gler. Það eru önnur gólfefni. Það eru aðrar hurðar. Þannig að þetta er í öllu samingi alltaf dýrt. En ég lét skoða því ég kom inn í ráðandi því ég er svona, það lítur nú að vera hægt að gefa þetta ódýrara. Skoðum þetta bara í samingi við Norðurlöndin og þá það ekki. Og það það líka stundum dýrara að byggja á Íslandi vegna þess að við erum að reyna að vera með einni byggingu 3 fangatýpur sem að væru í Svíþjóð 3 ólík fangelsi. En
það mun muna mjög miklu það að fá þetta fangelsi og að geta tekið menn fyrr inn eftir að dómur fellur. Hver tímalinn á þessu stóra raunni? Skóflustunga á að vera í haust. Já, ok. Samhliða ég að fara í skóflustungu á Sogni, fjölgplássin þar. Svona, aftur fyrst við erum í lokuðu herbyggju og svona þá hefur mér verið að hlæja því það einhver svona gleðilegar opnanir í tómsmálaráðuneytinu. Nei. En þú veist, já. Ég að gera nýr fangelsi. Skóflustunga í fangelsi, það eitthvað. Já, það Þú veit ekki að klippa borða þannig. En já, það var Sogni á að fjölga fangelsisplásnum 14, þannig að við erum að taka skref. Já, munar minna, eins og Leifur kom inn á, skipuleg brotastarfsemi, mansal og vændi, við erum svona léttu nótunum hérna núna. Öruggara Ísland var fyrsta heildstæða aðgerðaáætlunin gegn skipulegri brotastarfsemi á Íslandi. Á sama tíma var fréttir af rauðum hverfum, vændishúsum og alþjóðlegum glæparhingjum í mansali vakið mikinn óhug. Þú sagðir í þinginu, viljum við að Ísland og Reykjavík séu þekkt fyrir að hér séu starfandi rauð hverfi. Opin spurning, er það staðan í dag? Það er staðan í dag og það eru í Íslandi í alþjóðlegum samanburði þannig að bara einfalt Google sýnir að fjöldi vefsína, auglýsinga er mjög hár og bara parið við töluvert fjölmennari ríki. Fólk eru þetta ólíka skoðun á hvernig á löggjöfinu kringum vændi að líta út. Mér finnst mjög mikilvægt að halda því til haga að aðilar sem að flytja inn konur og stundum ungarstelpur, allir í barnungarstelpur, hingað í vændi eru líka í öðrum brotum. Þetta nátengt fíknefnum, nátengt peningaþvætti, þannig að stjórnvöld sem taka því verkefni alvarlega að ná tökum á skipulegri brotastarfsemi sleppa ekki vændi. Og ég meina því sáu Kveiks þátt einhvern mann í vetur það sem þetta sást bara svart og hvítu. Þetta eru mörg hótel og Airbnb einingar þannig uppið í dag að þú ert aldrei í samskipti við neitt. Þú ert með eitthvað kóða og inn og út og þetta býsna umfangsmikið. Mun meira en ég vissi og hafði tilfinningu fyrir. Einmitt þið ætlaði að herða refsinga fyrir vændiskaup og birta nöfn kaupenda en ekki refsa þeim sem selja vændin eins og talaður áðan fyrir þá sem er náttúrulega láta þess aðalega selja sig. Er þetta rétt að nálgun? Er þetta svona í þeim löndum sem við viljum bera okkur saman við? Þetta er nálgun sem að þekkist til dæmis á Norðurlöndum og undirliggjandi stef þar er bara ákveðin jarðtenging á því að mjög fáar konur, þetta eru fyrst og fremst konur en þetta þekkist það hitt líka vakna eða alast upp sem litla stelpur og bara mér dreymir að fara í vændi. Það er ekki alveg staðan. Það er yfirleitt eitthvað svona mjög sorgleg saga á bakvið eitthvað brot og þannig að manneskjan sem sé í sölu að það er bara verið að nálgast hana eða þá mannesku í viðkvæmri stöðu valið það hvort að þessi viðskipti ef maður vil kalla það fari fram er hjá þeim sem kaupir við vitum að það er mest að gera í vændi á skrifstofutíma ekki kvöld og helgar ég held að ef þú vilt höggva í eftirspurnina og kaupandinn átti sig á því að þetta geti haft afleiðingar með ákæru þá sé það ágætis bit í því meginreglan með öll brot er að ef þú ert ákærður þá er nafnið eitt birt. Einhver hluta vegna gerast þetta aldrei með vændisbrotin. Og alls konar skýringar til á því og ég er í reynd bara að segja að mér finnst að nafnbirtingar eiga að gilda þessi brot eins og öll önnur. Ef þú spáið í því að þú horfir á, ef þið lesið fréttir af sakamálum, það eru nafnbirtingar. Það er alltaf meginreglan. Ég veit alltaf, burt sér frá vændi eða einhverju öðrum brotum, ég fótt velti fyrir mig hvort það séu góðra að slæma, þessar nafnbirtingar bara almennt, en þetta á að hafa þetta á að hvetja fólk til að gera þetta alltaf ekki. Já, ég meina það má alveg hafa skoðun á því hversu með nafnbirtingar og sérstaklega í litlu samfélagi en þú veist, allt dómskerfið þannig uppbyggt, réttarhaldir opið nefnir þeim tilvikum þar sem hefur verið að vernda brotaþola
ég var svolítið að flytja kynferðisbrot, þá eru þau lokuð af hagsmunum við brotaþola að þurfi ekki að sitja í nauðgunarmáli með blaðamann vísis inni eða rúf eða hvaða nú en þetta gerum við í hræðilega sorglugum morðmálum, við gerum þetta í efnahagsbrotamálum, fíkniefnamálum, veist. En það bara annað samtal, hvort að þetta sé gott eða ekki, en ég hef aldrei skilið þessu undantekningu við vændið. Nei, saman á því. Talandi annað, fíkniefnalaust Ísland árið 2000, 106 kíló kókaíni var handlagt nýverið stærsta handlagning sögunar. Þú segir að svona magn sé ekki flutt til landsins nema fyrir því sé markaður. Þetta verður einhver eilíða barátta? Já, og ég ætla nú... Þú ert ekki búin að lesa þetta? Ég ætla nú ekki að þykjast þá að vera höfundur fíkniefnalaus Íslands 2000, já. Sem þetta bara pínu fyndi markmið. En þið sjáu að lögregla að ná ágætum árangri. Þú veist, þetta eru stórar sendingar og mikill styrkleiki efna og allt það. En ég held að Ísland sé ekki fíkniefnalaust og verði það ekki bráð. Nei, það var erfitt. Við erum alveg að fara í Evrópusambandið. Ég með eina örstuðta varandi sameiningu embætta. Þórbjörg vill fækka lögregluembættum úr 9 í 4 til 5. Stærsta skipulagsbreyting á íslensku lögreglukerfi í mörg ár. Sko, fyrst alveg af hverju viltu gera það og svo veit ég að því að við tölum bara um ríkisstjórnina almennt, mikið talaði um sameiningu embætta þvert yfir línuna, en þú alveg ítrekkar að það mun ekki fækka starfsmönnum og annað, þannig að þetta er engin hagræðing eða hvað er þetta bara... Ég skil spurninguna. Ég fór fram með fyrsta svona sameiningafrumvarp ríkisstjórnarinnar sem var sameining sýslumanna. 9 embætti niður í 1. Þar var ég alveg skýr með það, augljós hagræðingatækifæri, fækka toppunum. Það er stafræn vegferð í gangi þarna með þessi gögn sem að sækja til sýslumanns og svona. Þegar ég er að segja að starfsmönnum við ekki fækka, þá er þetta að horfa til þess að löggan er svona svolítið eins og heilbrigðisþjónusta. Þetta er þjónustu sem er, þú veist, alltaf í návíð við fólk. Það eru ákveðni margir lögreglumenn á Ísafirði og þeir eru ekki í stafræti þjónustu, þeir þurfa bara að vera á staðnum. Þannig að hugmyndafræðin þarna var meira gæðamál. Þetta mun lögreglustjórum fækka. Við förum niður í 4 embætti, en að embættin eruðu sterkari með því að vera stærri. Við erum nýbúin að ræða skipulegar brotastarfsemi og að lögregla þurfum við að hafa burði í það alls staðar á landinu að takast á við breyttan veruleika. Menn þið sjá bara hvað gerst á Seyðisfirði með ferjunni, þar er að koma inn stóra sendingar. Umdæmin á Íslandi eru innbyrðis mjög ólík, menn að sumstaðar eru þetta rosalega vegalengdir sem lögregla er að keyra. Almannavarnar ástand stöðugt á einhverjum stöðum, þú veist þetta er samfélagslöggæsla og allt þetta, það er flugvöllurinn sem er svona íslensku samingi dálítið sérstakt að við erum þetta með meir en einn alþjóðlegan flugvöllin í reyndir þetta Keflavík. Þannig að hugmyndin er fyrst og fremst þessi, að efla liðseildina í lögreglunni, að embætti verði sterkari með því einfallega þessi stærri og færri. Mjög gott, rókaspöting verði þetta svo. En ég er búin að fækka ríkisstofnunum 5% með sýslumannsfrumvarpinu. Já, takk, halda því áfram. Origo, þeir eru þetta, ætla ég að segja bara fremsta þekkingarhús og sviði stafrænnar greindar á Íslandi. Sammála því. Og gaman að skoða fréttirnar inn á origo.is. Hvað eru þeirra barndús þessa dagana? Maður er einhvern veginn á keldunni og maður tekur sér helstu fréttamila og svo tekur maður á origo.is. Og hérna er Árangusa, Bláa lónið umbreytir gagnadrifinni ákvörðunartöku. Býtu, hvað hjálpaði með það? Það mun hafa verið Origo. Það voru reyndar heiturnar í Mavin og góðvinni mínir. Þannig að það er gaman að segja frá því og Mavin er auðvitað undir hatti í Origo eins og svo mörg önnur ég var að segja gerðugenda fyrirtæki. Alvöru þekkingarhús. Payday. Það eru nú ekki 10 mínútur liðnar síðan ég lokaði Payday-glugganum. Nei, þú varst bara að loka hana. Reikningagerðin hún tekur enga stund, hönnunin hún má taka tíma eða hvað sem að fólk tekur sér fyrir hendur, grafískir hönnuðir þeir geta dunda sér við það sem þeir gera best. Þeir þurfa ekki að hafa áhugjör á reikningagerðinni. Leðið bara Payday sem rest. Já. Wow, þessi var, já. Giggo, ekki láta to-do-listan, þarfalistan lengjast enn meira. Settu auglýsinguna inn á Giggo og fáðu giggara til að ganga í giggi fyrir þig, græja málið. Já.
Hvernig verður það? Þeir ganga hreint til verks og fá stjörnu fyrir þannig að þú veist hvað þú ert að fá og líklegast það bara gæði ef við ekki góð rétt. Já, gæði og fleira. Útsalan í fullum gangi, Elko, heyrnartól, snjallsímar, hleðslustandur, hljóðnemar, sléttujárn, lyklaborð, þvottavél, hljóðstangir, Ninja Airfryer, Ninja Creamy. Basically bara, you had me at Elko, sko. Já, það akkurat málið. Þeir eru með... Það allt til alls þar. Flotta díla og þetta gott að kíkja til þeirra og þú þekkir það á röndóttabindinu. Starfsmenn. Ég hef alveg, ekki oft, en maður lendir alveg í því. Er hann að vinna þarna eða er hann bara viðskiptvinur? Þetta líka svo flottu fatnaður. Þetta óþægilegt, sko. Og ég hef alveg fengið þessu spurningu líka bara fyrir ekki að geta það að hjálpa mér. Já, ég ekki að vinna þarna. En þjónustan samt líka það góð, hann líklega að vinna þarna. Nei, já, en í Elko þetta starfsmennir skilmerkilega merktir. Einmitt. Fleiri mætti taka það til sín. Já. Og veist alveg þegar, ég ætla rétt að vona að sé ekki margi með röndótt bindi sem er ekki að vinna þarna. Ég ætla að vera þannig á morgun. Það gera það vel. Einhver gagnrýni hérna sem fengum aðsenda, ertu nokkuð að sofa á landsbyggðinni með þessari áætlun? Hvað sér ég? Erum við nokkuð að sofa á landsbyggðinni? Erum við ekki að knúsa hana eða þá? Eða erum að fækka embættum á landsbyggðinni eða hvað? Nei, við erum að fækka lögreglustjórum. Við erum að stækka embættin og það sem ekki verða lögreglustjóra verða aðstoð lögreglustjórar, en það einmitt punkturinn. Þetta ekki einhver skrifstofvinna sem að bara getur fæst á eitt stað. Þetta þjónusta og öryggismál fyrir almenningi í landinu og það skiptir engu máli hvort þú býrð á Reyðarfirði í Reykjavík, þetta þarf að vera í lagi. Þannig að en meira svona yfirstjórnunarmál að lítil embætti sé ekki að drepa sig á því að vera með mannustjóra. Eða skilur við langvarandi veikindi hjá litlu embætti getur sett reksturinn á hliðina. Það er bara að vera sterkari í nafni stærðarinnar. Mjög gott. Þú hefur ítrekað vísað í NATO-aðeldina 1949, EES-samningin og orð Karl Bildt fullveldi þegar þú tala fyrir jánu. Við erum komnir í Evrópusambandið. Já, við erum komnir á At last. Ég er búin að afplána bara til að segja, ok, let's go. Þú líki í stuður, já, eins og segir við samlingin, þessi samlingin mögulega of einföldi ljósið hvort þessara mála krafðist tveggja aðskilina þjóðaratkvæðagreiðsla eins og nú er lagt upp með? Mér finnst þetta með 2 þjóðaratkvæðagreiðslur sína að þú veist, það verið að fara mjög varlega. Já. Þetta mjög varfærið skref. Viljiði bara eiga þetta samtal? Viljiði fara í þessar samningaviðræður og svo kjósum við aftur samning. Líkindin eru kannski bara, og þú veist, ég fætt 78, ég man ekki sérstaklega eftir í hvernig umræðan var í tengslu við EES-samningin og alls ekki í tengslu við NATO, En þú veist, þegar maður bara skoðar þetta kalt, að því það er bara eitthvað, þú veist, þetta sé bara eyðileggja fjölskylduboð, mest svolítið fyndið að því svo sá ég á Instagram að eitthvað Guðrún Hafsteins var að gera marastertu fyrir skýrt og ég bara vonandi geta þess að noti tertunar. Já, þú er ekki annar að neyja Nei, en ég bara svona, come on, ég, þú veist, kannski er bara því ég er í stjórnmálum, mér finnst bara fínt að umræðan sé kraftmikil, það þroskar hana líka, en umræðan var líka kraftmikil, segja þeir sem að muna, þegar EES-samningurinn var, þegar að NATO var, þá er Bjarni Benediktsson eldri að fronta og hann bara metur aðstæður þannig að bara heyrðu við ætlum að verja öryggi okkar og fullveldi með því að fara þarna inn. Það var engin krafa einhvern veginn að allir á Íslandi gengu hönd í hönd og leiddust á kjörstað, skilur við, þetta er stórt umræðefni. Við erum að stíga mjög varfæri skref með að bjóði í 2 þjóðaratkvæðagreiðslur og mér finnst þetta líka vera svolítið svona átökin á milli að því að mér finnst það svo gott hjá Sveini sem var hjá okkur Sveini Sölvasinni hjá Össuri sem að sagði, þú veist, skiptir þetta svolítið bara máli því svo erum við bara ólíkt fólk, þetta er ekki bara eitthvað íhald frjálslyndi hægri vinstri eða hvaða nú er, þéttasta vinstrið og hægri gengur nú hönd í hönd þarna í þessu máli, bara hvert er sjónarhornið? Mitt sjónarhorn er bara, þannig er eitthvað tækifæri, eitthvað sem við eigum að vera spennt fyrir, að skoða. Hvað þýðir þetta fyrir okkur að ganga þarna inn? Ég viðurkenni alveg eftir að setja í heilt ára á þessum Schengen-fundum og séð yfirlýsingar Trump, Grænland og allt þetta, að ég er alltaf meira og meira með hugan við öryggisbreyturnar. En í stóra samhenginu finnst mér tækifæri vera
til þessar 27 ríkja blokk. Mér finnst mikið tækifæri í gjaldmiðlunum. Mér finnst mikið tækifæri í því fyrir atvinnulífið og það gildi bara sömu reglur alla. Mér finnst skrítið þegar að fulltrúar þessar 267 fyrirtækja sem að hafa yfirgefið krónuna, gera ekki lengur upp í krónunni, að segja hinum fyrirtækjunum, þetta er ekki að dæmi, þetta er sveigjanlegt og það eru tækifæri í smæðinni. Sjálf ætlum við reyndar ekki að gera það. Þannig að ég sé þetta svona sem hagsmunir alls almennings sé af því að skoða tækifærin. Við erum með matarkörfi sem er 55% dýrari en allstaðar í Evrópu. Hvers vegna ekki að skoða þetta? Ég er þar. Meiri meðaltali í Evrópu eða ekki? 50%? Já, bara Sviss dýrara. Og þegar maður horfir á, fyrir venjulegt fólk, og þessi frasi venjulegt fólk, fyrir almenning í landinu, útgjöldin eru húsnæðið þitt, matarkarfan þín, það er fákeppni sem einkennir íslenskt atvinnulíf, getur gjaldmiðlinn leitt til meiri erlendra fjárfestingar? Ég held já. Þannig svona sem neytendamál, sem samkeppnismál, sem smá vítaminskot í íslenskt atvinnulíf, þá finnst mér þetta drullu spennandi. Að ég sé þetta miklu meira sem tækifæri heldur en eitthvað til að óttast og þetta sem mjög varfæri skref að segja já núna og þó að ég segi bara eins og Daði sem var hérna hjá okkur daginn, ég hef mjög lengi verið Evrópusinni, trúa þessa Evrópu hugsjón að kæmi síðan í ljós að þetta væri disaster, þá held ég að það verði konsensus það hjá öllum Íslendingum að það fellur samningin. Já. Mér langar að staldra við eitt sem hún sagði ráðan eins og Guðrún talaði í Silfrinu góða sem var áhugaverður þáttur í meira lagi. Þjóðin klófin í herða niður og ekki tímabært að ræða þetta núna með vext og verðbólgu í hæstu hæðum, auðvitað eru neilega bara þar að það er náttúrulega bara aldrei tímabært að ræða ESB. Ef það væri allt frábært, þá myndu ekki segja, vil ég ekki núna fara að tala við Evrópusambandið? Þannig að, spyrja út í það, en svo líka, Eða þegar við segja, við erum bara fyrst að ná tökum á efnahagsmálunum og vöxtum og verðbólgu. Meiri segi COVID, menn ég var að þingi þá. Meiri segi COVID þegar hér var, lágvaxtaskeið. Þá voru vextir samt 2- og 3-falt hærri en þið voru annars staðar. Þannig að ég held að það þurfi einhver tíma að geta bara hugsa það og það horfa það sem ekki einhverja landráðasetningu að segja sem svo getur verið að það að vera með minnsta fljótandi gjaldmiðil í heiminum hafi einhverjar alvarlegar aukaverkanir í för með sér. Já. Vexti kannski í sjálfu sér ekki neikvæðir af því að einhverja hafa nú verið bara með neikvæðar raunvexti eins og til að mynda í COVID. Þannig að þú vilt kannski hafa einhverja vexti en þú vilt ekki hafa í 10% eða 20%. Þú vilt ekki verið tveggjastafar tölunni. Nei. En hérna, já. Og svo það líka, Þeir voru alveg ákjósanlegir til dæmis í COVID, það var gott vaxtastig fyrir hagkerfið. Og 2018-19. Bara good times, Ég var bara hrifin. En mér finnst líka stundum að við tölum Evrópu, svolítið eins og Bandaríkjumenn tala Evrópu. Já. Bara, þið viti hvernig hlutin er í Europe. Og bara, ríkin eru áfram sín ríki. Hver eru líkindin milli, Danmerkur og Spánar? Þau eru með sín eigin lög, mett er grjót í útlendingamálum, það er eitthvað liberal touch í gangi á Spáni. Mér finnst þið tala einhvern veginn eins og það sé miklu dramatískara skref en það í reynd er. Og mér finnst áhugavert, menn ég situr ráðherrafundi í tengslu við Schengen samstarfið og þar sita innanríkisráðherrar eða dómsmálaráðherrar mismunandi titlar eftir löndum að ræða þessi mál og svo er skammtað ræðutíma þar 2 mínútur fyrir Ísland, 2 mínútur fyrir Þýskaland. Já. Bara upplifir sig ekkert sem einhvern Aukaleikara þarna. Nei, mér finnst ég aldrei vera það. En þannig mér finnst bara við að fara í gegnum þetta. Danir eru fullvalda þjóð. Já. Kusu að gera hennar samning, menn þetta er bara eins og vera lögráða og þú sem lögráða ræður því í vinnu, skilurðu, þú lítur það ekki þá bara nú er í þræll, þú valdir að ráða þig til vinnu og sem lögráða gerir alls konar samninga og jú, þeim fylgja kröfur og skildur
en ég held bara fyrir okkur að það sé ávinningurinn, þú veist, í mínum huga meiri. Ég hef trú að því sem þetta mun gera fyrir nýsköpun, fjárfestingu, svo finnst mér líka vanta ýmislegt í samtæði, því við erum svo mikið að ræða sjávarútveginn og ég skil það, þetta er DNA-mál fyrir okkur. Nú erum við svolítið að ræða landbúnaðinn, þess að maður alveg bara, matarverðir í heimsins hæstu hæðum, bændasamtökin alltaf vera grjóthörð. Við líka eins og sjálfsamning. Vist, hvað er það? Bændur hafa það ekki tilstaklega gott. Nei. Ég skila eins hvaðan sjávarútvegurinn kemur, ég ætla bara að segja það, það eru miklir hagsmunir þar. En mér finnst vanta við sem að ræða ákveðna hlutir, svo hvað myndi að gera fyrir fjárfestingu í kvikmyndiðinaði, í nýsköpun, hver eru tækifærin? Þannig ég sé þetta sem tækifærisspurningu. Já, sko, þetta er einmitt skemmtileg spurning. Hverjir eru hagsmunir sjávarútvegsins? Það er alltaf verið að tala um margfaldra á eignaverðið og þetta er nú eignamikil bransi. Hverjir eru hagsmunir sjávarútvegsins? Ég held að hagsmunir sjávarútvegsins eru og ætti að vera sömu og íslensku þjóðarinnar og þá segi ég, bendiði mig á þá þjóð sem hefur afsalað sér eða mist yfir á auðlindu sínum við að ganga þarna inn. Bretar fóru út og það var ekki svo olían í Skotlandi hafi voru eftir innan í ESB. Það bara var ekki þannig. Þannig að það ætti að vera suma hagsmunir. En mér finnst ég ætla bara að lega mér að segja það, mér finnst ég sjá ákveðin líkindi og í umræðinu sem við vorum í þegar við vorum að ræða veiðigjöldin. Þá bara, byggð átt að leggjast af. Þetta átt að rústa byggðum landsins að fara í þessa gjaldtöku. Og engin skilningur á því hverju aðstæðar voru núliðið ár og þú veist, lífið hefur haldið áfram. Og eins og ég segi, ég sé þetta sem tækifæri alls almennings í landinu og svona ákveðin hugmyndafræðin það að sé sömu leikreglur í atvinnulífinu. Sjávarútvegsfyrirtækin eru ekki að notfæra sér sveigjanleika krónunar. Þau gera upp í öðrum gjaldmiðli. Við finnum að þegar við förum til útlanda í fríunum okkar og notum korting að það kostar að skipta. Heldisgjald svoleiði. Þetta er hellingskostnaður og við erum mörg hver að velja það að fara í sumafrí til inn í þetta brennandi hús sem Evrópa er. Finnst það bara frekar næs. Við erum mörg sem að förum á lærum og vinnum og við vitum mjög vel að Þýskaland og Þjóðverjar eru bara ekkert líkir Spánverjum og Spáni. Betri matur á öðrum staðnum, aðrir aðeins meira duglegir í reglunum, þú veist, Grikkjum, ég sá í sumar, þeim finnst greinlega skrítið að fara út að borða á hans að reykja pakka af sígarettu með. Þú veist, það myndi koma til Íslands eða verið með ESB. Það myndi gera það, við varum byrjuð að reykja á punktunum. Nei, það er mjög gott. Sko, eitt sem ég var að tala um Silvi á hún sagði sko þjóðin er klóin í herranir og hún var að tala um þetta fyrir þátt. Sko, segjum sem svo að nei vinni með 55, 45 eða eitthvað slíku. Þá er samt 45% þjóðurinnar hlynnt í að skoða þetta. Verður ekki bara að byrja að ræða þetta strax á 31. ágúst, mánudag? Eða jafnvel á sunnudaginn? Sko, þið heyrðu ræðuna hjá Kristrúnu. Já, og mjög afdráttarlaus. Afdráttarlaus það og það held ég að skipti máli að vera það. Auðvitað með ríkisstjórnin verið það niðurstuð þessar kosningar og það verður að vera þannig og það verður þetta virki báðar áttir og þú veist, ég held að þetta sé aldrei kosning sem hefði getað farið 70-30 og hvort veginn sem er þetta er bara tilfinningaríkt en ég held að umræðin ríkur ekkert þetta er alltaf til umræðu þess vegna hefði ég haldið bara sem ef ég var í grjótarðu neysinni bara okkur drefmynda bara eitt skýtt fyrir öll þegar allir sjá hvað þessi samningum mun sökka og ég er stundum að hugsa hvað er það sem þið vilja ekki að við fáum að sjá Já, þú spyrð ég er ekki með svörin þetta Nei, sko bara ég verð svo guðslefandi fegin þegar þessar atkvæðagreiðslur líkur að því að mér finnst það ekki okkar styrkleiki endilega nýti gestara, það er bara þetta á að vera gaman, ég er samt búin að byrja tungur með eitt kannski með eins og gjaldeyrisjáleið fyrir einn venjulega mann sem að eru auðvitað bara, þú veist, það eru kort hérna sem að núlla það út, en það eru auðvitað erlenda fjárfestingin, en ég man ekki hvernig maður skipti síðast út gjaldeyri í seðlum. Nei, ég meina þú verður að nota kreditkortið, það er gjaldeyrisálag á því. Já, en þú veist, það eru ákveðin kortafyrirtæki sem bara núlla það út, sko. Þú fær bara þjónustu. Já.
En eldfjárfestingin náttúrulega Takk fyrir þetta innleglegur. Ég veit ekki, ég er leilur. Ég þarf að þjóta. Já, ég skilði vel. Velkomin í viðreisn eftir dag. Eitt ég ætla bara að spyrja örstuð, mér fannst við svona kickstarta og mögulega þjófstarta þessari kosningabaráttu með þætti 300 hjá okkur með Óla Ragnar Grímssyni. Þú skrifaði nú greinum að hann var nú hrifinn af neyttakanum í alþjóðasamstarfi. Komið þér óvart hvað hann hefur beitt sig mikið í þessu? Nei. Já, ætti kannski að segja já, nei, það var ekki komið óvart og mér finnst að það vera alveg eitthvað svona brýning sem báðar fylkingar þurfa að taka til sín að maður verður bara að virða það. Þú veist, einhverju hafa skoðun á því á fyrirverandi forseti að vera, þú veist, og það er líka eitthvað sjónarmið, en það hefði komið stórkostlega óvart við hvernig Ólafur Ragnar var sem forseti, að hann væri ekki all-in í þessu. En mér finnst líka samt allt í lagi og bara svona gamli saksóknarinn í mér, ok, bara skoðum þá hvernig hans fyrri varnarar hafa virkað, þú veist, með EES-samningin, afstæða til NATO, afstæða til EFTA, afstæða til þess að ég megi selja bjór. Allt þetta fólk í dag á því að EES sé bara geggja stöf. Það verður auðvitað verkefni núna, veist, ef negið sigrar, að þá sameina þá alþingi það að standa með EES-samningnum, því það hefur nú heldur ekki alveg verið. Að salur fyrir því alltaf vinna á alþingi, þannig að en ég er bjartsýn og held að þetta vinnist. Já. En maður eru þetta allir bara Já, sko, eitt sem ég er að pæla og hefum fengið sendt margar spurningar þegar við erum að fá ráðherra viðreisnar til okkar. Sko, hvort þetta sé eitthvað yfirklór að fara núna í öryggis- og varnarmálin því hafi haft áhuga á Evrópu í mörg ár og eru verið stofnuð út frá ESB. Þú veist, er það notað sem afsökun? Nei, menn eins og ég segi, það eru stóra stefið þegar mér er að ég er Evrópusinni og ég hef ekki átt í neinu vandræði með það að bara fara í viðræður og kjósa samning. En mér finnst þetta varfæri skref og mér finnst þetta virðingu í þjóðina að gera þetta í 2 skrefum. Með öryggismálin, að það finnst mér það, ég meina þó það sé orðið svona bara í COVID voru alltaf að tala um eitthvað var í fordæmalaust ástand, núna tölum við svolítið breytta heimsmynd, en hún er það. Og ég tek alveg eftir í til dæmis að bara Mette Frederiksen í Danmörku svarar Bandaríkjaforseta bara fullum hálsi. Grænland er ekkert í sölu og allar þessar staðhæfingar. Dönsk stjórnvöld hafa sjálf talað það að þau upplifi það að þau eru í fylkingu 27 ríkja þegar að Bandaríkjaforseti er að tala með þeim hætti sem hann gerir. Menn hann var núna bara í síðust viku held ég hafi verið þar sem hann situr í podcasti og talar bara þú getur treyst í að ég verði búin að ná yfirráðum yfir Grænlandi fyrir lok þessa kjörtíðanbils. Þetta er NATO-ríki. Það hefur auðvitað aðeins áhrif á hvernig dýnamíkin er innan NATO þegar að öflugast að NATO-ríki tala svona gegn öðru NATO-ríki. Ég ætla ekki að halda í fram að öryggi og varnir ESB sé eitthvað par við það sem er í NATO. En 24 eða 23 eða 4 Evrópusambandsríki eru líka NATO-ríki. Það er stundum talað að heima finnst mér eins og þetta séu andstæður. Mér finnst þetta að vera smá belti og axlabönd. Þegar við sjáum líka það er verið að nota tolla sem vopn. Við tilheyrum ekki tollablokkinni ESB. Við erum auðvitað sem lítið hagkerfi útsettari þar. Við höfum notið góðsæði að bara svona njóta velvildar. Þannig mér finnst þetta ganga hönd í hönd með að segja þú ert að vísa núna í öryggis- og varnarmálin. Mér finnst þetta alltaf líka svolítið spurningin það hverjum ætlum við að tilheyra. Og við ætlum áfram að tilheyra NATO og við ætlum áfram eins lengi og við getum leggja allt í það að vera góðir eða í góðu samstarfi við Bandaríkin. Ég held hins vegar að það sé mjög skynsamlegt í ljósi aðstæðna að vera líka hluti af ESB þarna. Því ég held ekki að Trump sé eitthvað bara sem við býðum af okkur og þá verður bara Bandaríkin aftur eins og þau voru. Nei. Ég held að kosning Trump sé spegill á breytingar í Bandaríkjanum. Ég bjó þarna sjálf í 3 ár og ég sé það ekki fyrir mér að bandarísk stjórnmál sé að fara að breytast eitthvað dramatíst á næstu árum.
því miður. Klart, þú hefur vísað í að stækkunarstjóri ESB eins og kemur, hafi sagt að sérstæða Íslands í sjávarútvegi og landbúnaði kalli á sérstætt tillit en Holland og Danmörk hafa sagt opinberlega að engin núverandi aðildarþjóð hafi undan þá í sjávarútvegi, þar alveg varanlegar sko SFS hefur talað að betra heimasetið, talað að 27 aðildaríki þurfa að samþykja okkar þá varanlega undan þáur kannski kemur ekki óvart en þá segir maður aftur, skiptir ykkur máli hvað stækkunarstjórinn segir ef það eru 27 aðildaríki sem þurfa að samþykja þetta? Sko, það eru ríki sem hafa fengið lausnir sérstaklega fyrir sig og að því erum að tala öryggis- og varnarmálin, þá var það nú þannig að Danir voru ekki með í varnarstefnunu þegar fóru inn. Svo þegar öryggislandslag breyttist hjá þeim, heldur þjóðaratkvæðagreiðslu og ákveð þegar við ætlum að vera með í varnarhlutanum. Þannig að þú veist, af hverju ætti ESB að vera að segja þetta bara og síðan bara, nædjók, við meintum það ekki. Þú veist, þannig að en aftur finnst mér þetta vera ég veit það ekki en við vitum það heldur ekkert og mér finnst svo nægilega miklir hagsmunir í húfi fyrir Ísland að það borgi sig allan daginn að skoða þetta. Mér finnst að vera miklu afdrifaríkari ákvörðun að ætla að segja nei strax að því þú ert eitthvað svona Heiðrún segir þetta og stækkunarstjórinn segir þetta og hvað heldur þá? Er ekki stækkunarstjórinn bara að ljúga? Vonandi ekki. En ég held að það sé betra að fá gögnin og upplýsingarnar upp á borð, horfa síðan á þetta, taka þá kalda ákvörðun það með hagsmuni þjóðarinnar leiðarljósi. Við vitum það alveg. Ef að hlutinni líta ákveðin hátt út með sjávarútveginn, þá er þetta ekki svar fyrir Ísland. En er það ekki bara alveg gott að fá það fram? Myndið þú vilja ganga frá borði ef að hagsmunum sjávarútvegsins er ekki borgið innan samningsins? Ég meina, sjávarútvegurinn er undirstöðu atvinnugrein fyrir okkur og líka bara svona ákveðin DNA-element í því hver við erum. Þannig að fyrst myndi ég segja ég sé ekki fyrir mér að Íslensk þjóð undir nokkrum kringumstæðum myndi samþykja svoleiðis samning. Ef þú ert að spyrja út í einhvern veginn hvað rauðu línurnar liggja, þá ætla ég bara að vera alveg heiðarleg því að ég bara, þú veist, með sjávarútveginn get ekki sagt upp á punkt og prik hvar þar línur liggja. En ég er tiltölulega róleg með það vegna þess að, þú veist, ríkin eru þarna á meginlandi, búa sér til einhverju reglur veiðar, vegna þess að þau eru á meginlandi, við erum eyja, ein með veiðireynslu hér, þetta svo augljóslegaðir í hagsmunir og við látum á þetta reyna. Já, mjög gott. Það fer að steyta í reyndaraspurningarnar hjá okkur. Ég held að hann bara frá að langa í svona steyta vinnuvík og hlusta mig. Sko, ein gagnrýni sem ég veit að þið hafi heyrt og ég talaði á hann tímabært, ekki tímabært, auðvitað vextur og verðbólga há hérna á Íslandi og við svo sem grilluðum daða vel með þetta og hvetjum allir til að taka þann þátt. En er það samt ekki verkefni hverja ríkisstjórnar fyrir sig að mögulega hætta í þessu íslenska hugsa fram í næstu viku, næsta mánuði, hver ríkisstjórnar hlýtur að þurfa að hugsa bara hvað er best fyrir Ísland, saman átt sig 5 eða 10 ára verkefni eða hvað? Já, og ég meina þetta er auðvitað alltaf eitthvað sem að við, þú veist, sætum gagnrýni fyrir bara sem Íslendingar. Þú veist, og aftur vil ég segja það, ég held ekki að sé ekkert eitthvað svona sturlu gjá á milli stjórnmála og þjóðarinnar. Þetta er ákveð þjóðareinkenni það hvernig við tikkum og ég held við hefðum dálítið gott af því að horfa lengra fram í tíman og þá heyrir maður líka, þú veist ekkert hvernig staðan verður eftir 10 ár í Bandaríkjunum og þú veist ekkert hvernig vaxtastig verður eftir 10 ár og bara nei, ég veit ekki hvernig vaxtastig verður í næsta mánuði að því ég byrju í Íslandi. Fullt af löndum veit fólk ekkert hvað seðlabankastjórinn heitir. Því hann er ekki eitthvað celebrity sem að poppar upp sem einhver ókvaldur í þínu lífi. Allir bara vistu hvernig hann næsti vaxta ákvörðin og dagur er. Bara væri ekki næst að þurfi ekki að vita það. Há með þess að maður ársins í COVID sko líka. Hann er annarkot hetja skúrkur. Hann er vel klæddur. Já, glæsilegur. Og er að standa sig vel. Já, hann er ekki með auðvelt verkefni. Nei, en það er engin uppgjöf hjá ykkur þó þeir ekkit að missa fókusin á boltanum eða nokkuð. Þeir ekki bara í Brussel. Nei, ég held að ég hef komið þér til Brussel. Nei. Það kemst annað að heldur en þessi Evrópulegur. Já, orðið að meina það. Þetta er bara að taka allt súrefni úr kerfinu. Nei, ég verði ennþá að byggja mín fangilsi og brottvísa fólki.
En þetta stórt mál? Þetta stórt mál, en það hefur við líka sýnt áður. Minna, þú veist að það þurft að rýma heilt sveitafélag út af jarðhræringum og annað. En mér finnst við vera að tala okkur niður þegar þetta kemur sem stefað að ég segi bara alla í dómsmálaráðuneytinu bara gæs, fariði heim, við erum að semja, lífið heldur áfram. Og minna það eru verkefni áfram í heilbrigðisráðuneytinu, það eru verkefni áfram í dómsmálaráðuneytinu og öllum ráðuneytum. En þetta stórt verkefni, en við getum leyst úr því. Ljómandi gott, við ætlum að færa okkur í afnám jafnlaunavottunarinnar. Já. Þú varst aðstofamaður Þorsteins Víglinssonar þegar jafnlaunavottunin varð að lögum árið 2017 og núna sem dómsmálaráðherra lagðirðu sjálf fram frumvarp sem afnemur hana. Dilja minnst kallaði þetta gleðidag, annars skipt sem við vísum í hann í dag. Já, enda vinkuna þetta. Já. Og hún náttúrulega svo mikið að ræða þessi mælaborðum útlendinga því að ég náttúrulega tók af henni jafnlaunavottunina, hún hefur ekki fyrir hana að tala lengur. Akkur ákvæmst að taka hana af henni? Jafnlaunavottunina? Þú veist, dómsmálaráðuneytið er þetta svolítið áhugavert ráðuneyti eins og þið sjáuð í öllum þessum málaflokkum sem við erum með. En ég vildi leggja mitt að mörkum það að þú veist að því ég bara trúa það að einfalda kerfin, draga úr kostnaði þar sem það er hægt að gera. Búin að gera það núna með að sameina sýslumenn, fækka ríkisstofnunum 5%. Hluti af því að ég gekk til liðs við Viðreisn er að ég er í jafnréttissinni en nú var þessi lög komið til ára sinna. Og það var viðvarandi gagnrýni frá atvinnulífum það, þetta er dýrt, þetta er þungt, þetta er flókið, þá er þetta hlustaru. Þannig að það var ekki mikið flóknar en það hjá mér. Það er alveg skýrt í þessu frumvarpi að dóttir mín var endur að segja mér svo fyndna sögu daginn. Það var Kristrún sem verður á evendinum hjá okkur á morgun að kallarnir í vinnunni og henni hefði verið að segja bara, heyrðu, við verðum náttúrulega bara að lækka því í launum núna Kristrún. Mamma einn var að afnema jafnlaunavottun. Þannig ég sagði hann að þú voru að segja að maður geta ekki gert það fyrir áramótina því að launin er ekki tekinu gildi. En það er auðvitað algjörlega skýrt áfram svo ég takit í varnar fyrir launin hjá dóttur minni að þú veist öll markmið launajafnrétti eru ennþá við líði og þú veist að það með ekki mismunna á ómálefnilegu sjónarmiðum en það kom bara daginn, þetta var dýrt kerfi, það var þungt og mér finnst ekkert af því að stjórnvöld hafi bara hvað segir maður, geðslag í það eða bara, heyrðu, við heyrum hvað þið segir. Ég finnst það mjög flott. Sko. Bara auðvitað bregst í við því. Er eitthvað sem má læra af þessu? Er eitthvað lærdómur sem að draga? Ég finnst bara lærdómurinn ekki síst vera þá, bara þú hlustar. Þetta er frumvarp, ég verði nú aðeins að fá stríðadilja þetta er auðvitað frumvarp sem að kom fram í ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar en þetta var svona áhugamál alveg og ég meina þegar að hann var ráðherra titillinn var félags- og jafnréttismálaráðherra Viðreisn hefur alltaf verið jafnréttissinnaður flokkur ég meina ég er mjög með augun á boltanum í því mínu ráðuneyti að horfa sérstaklega á aðgerðir gegn ofbeldi sem að konur vera fyrir engum vegna þessari konur, við sjáum bara dramatískan mun á stöðu kynjanna til dæmis varandi heimilisofbeldi þess vegna fór ég að herða á löggjöfum nálgunabann öklaböndin sívinselu annars svona létt málefni en mér lærdóminn að þú veist þetta var bara mjög valið á sínum tíma að láta það reyna að mæla þetta með þessum hætti ef verkfærið er of þungt þá bregðust við. Þetta var falleg og rómantísk hugmynd sem að kannski Sessor, góð umsögn sem að barst frá viðskiptavinni sem að var að nýta sér þjónustu Sessor. Hann sagði, ég kom með nokkrum stórum upplýsingatækni verkefnum á tæplega 30 ára stjórnunarferli. Unnið með smáum jafnt sem og stærstu upplýsingatækni fyrirtækjum á Íslandi og ég verð að segja að þjónustan sem ég fengið og varan sem að Sessor selur okkur, hún er á öðrum stalli það sem ekkert af hinnum fyrirtækjum, hvorki stórunni smáum, lögðu jafn mikla vinnu og áherslu í að skoða líka ferlan á vinnubröðin og ná fram árangri einhvern veginn bæði tækni sem og mannlega þættinum. Einmitt. Og þetta er það sem að Pétur forstjóri Ísband hafði að segja Sessor, að þetta rímar við það sem maður hefur heyrt. Og það er líka bara gott átt að spyrja viðskiptavinnina sem hafa reynslu á þessu. Fröken Reykjavík ætlar að gera
gera þig glaðan dag eða kvöld. Já, ég að skoða. Þá frábært tilefni til að gera sér dagamun að Fröken Reykjavík staðsett á móti MR. Það nógu gott tilefni til þess að gera sér dagamun. Horfa á þann lærða. Fá sér kaldan drikk á barnum og prófa eitthvað gott af snackseðlinum. Komdu við og njóttu kvöldsins með Fröken Reykjavík. Draðu vinnina, fáðu ykkur eitthvað gott, bjóddu konunni upp á eitthvað fallegt, bjóddu karlinum upp á eitthvað gott. Einmitt. Lengjan. Ef þú vilt setja spennu í leikinn og velja íslenskt. Já, þú vilt velja íslenskt, við tölum svo sem aðeins veðmálastarfsemi hérna og við hvetjum bara fólk, segjum bara íslenskt, já takk. Besta deildin ekki lengur spennandi en Lengjan gerir hana spennandi. Rétt og stiði við baki á íslensku íþróttalífi. David Jones, Sour Strawberry og Salty Licorice. Þetta þetta mætt aftur í takmörkuðu magni í sumar. Ég byrjar að overdósa lakrísinn aftur. Ég búin að prófa allar þessar bragðtegundir á Þorvaldi. Já. En ég náttúrulega gamli skólinn og ég konservatíður sko. Þannig ég bara farin í saltlakrísinn aftur. Ég nýi skólinn sko. Leðu að gefa eitthvað nýtt svona í takmörkuðu magni og upplægi þá ég fljótur að stinga því í golfpokan. Já. Og aftur það svo gaman að rífa þetta upp að því að ég ekkert mikið að segja að ég sé með eitthvað súkkulaðistykki. Ég ekkert mikið að döða mönnum bita. Það skviti. En döðlupokan, þá get ég svona að fá allir að smakka og það alltaf sömu viðbröðin þegar ég gefa smakka döðlunar. Það bara tár sem falla. Bara hvaða rugl þetta? Af hverju þetta svona gott? Gleðitár. Frumeri, glæni þjónusta á Frumeri. Getur bókað í tíma á skoðanarstöð. Já, og það raunur bara í núna appinu eða inn á núna.is. Ef þú nennir ekki að bíða röðinni. Nei, þá getur þú gert það og auðvitað mikið sótt að Frumeri, en það vinsæl og virt skoðanarstöð. Já. Hugmyndin var góð. Já, hugmyndin var góð. Sko, mér langar að ræða áður en fyrir mér rittarspurningarnar aðeins netverslum áfengi og hvort það sé sakamáli eða lögmætt verslun. Já. Þetta auðvitað kannski beittur kafli að því að hann snýst ekki bara áfengisölu heldur líka hlutverk sakamálaréttarfars. Við sjáum það að okkar maður Arnar í Sandey sem góðvinur þáttarins hann bara hefur alltaf tíma til að selja áfengi, hann svo mikið í dómsal. Sko, Viðreisnin frelsisflokkur þegar við mikið, oft held ég bara í þessum þetta talaðum að þið séu á því að ég veit ekki hvort ég að leggja þar sem átíð niður en að þetta á að vera frjálst. Af hverju það ekki bara klárt? Ég frjálsindis megin í þessu en ég sá nú líka þessi maður sem að þú segir þessu upptíkin í dómsal var eitthvað skamma mig fyrir það að hafa ekki afdráttarlaust sagt að ÁTVR ætti að vera til. Ég get alveg sér rökin fyrir svona starfsemi og það auðvitað óþægild að þetta tómarum sé núna. En það verið að reka þessu mál fyrir dómi og þetta á leiðinni fyrir Landsrétt núna. Áfengislöggjöfin staðsett í fjármálaráðuneytinu. Þannig þið breytingar á þessu fyrirkomulagi að þá kemur það ekki úr dómsmálaráðuneytinu en við vitum það auðvitað alveg að þetta ég ætla ekki að líka þessu við þjóðaratkvæðagreiðslu en það rosalega mikla tilfinningar í þessu. Þannig var það hjá síðustu ríkisstjórn að fjármálaráðherra sem þá var Sigurður Ingi var sendandi bréf á lögregluna að segja þeim að grípa til aðgerða eða minna þá á einhverja starfsemi sem hann finnst nú svona ekki optimal hegðun að vera beina lögreglunni á ákveðna aðila. Sjálfstæðisflokkurinn vildi breytingar náðu þeim ekki fram. Það vont þegar að ósamstæðan verður til þess að það eru engar ákvarðanir teknar. Þannig að það verður auðvitað fróðlegt að sjá þegar dómur Landsréttar kemur núna, hvernig endalegur dómur fellur. Mér finnst sjálfri, og ég verið að tala bara út frá minniskoðun, að svona verslanir, þessar litlu búðir, þessar smáverslanir með áfengi, það tilvist þeirra truflar mig ekki. En það verður auðvitað að vera eftirlit með svona starfsemi. Það verður að vera einhver umgjörð utanum þetta að því að við vitum það auðvitað líka, það bara barnaskapur að tala öðruvísi, að það að selja áfengi sé bara eins og selja hverja aðra vöru. Það í gildi ákveðna reglur aldur þess sem má kaupa og alls konar afleiðingar áfengi sem eru ekki af allri annari vöru, alls konar samfélagsleg mein sem að fylgja áfengi, sem að fylgja ekki annari vöru. Þannig að það verður að yrði breytingar á þessu. Ef ég væri einvaldir á Íslandi og væri að breyta regluverkinu þá myndi ég tryggja eftirlit. Mjög gott. Ég ætla bara að taka eina aðsenda frá nafnlausum aðila.
Er það eðlilegt að lögfræðileg álitaefni séu útkljáð með sakamálum, finnst dómsmálaráðherra það eðlilegt og ásættanlegt að einstaklingum sé stefnt með aflsmunum hins opinbera hvar embættismenn hafa aðgangað ótæmandi sjóðum skattgreiðenda og þurfa aldrei að standa gjörðum sínum skil. Veiti þessu forskoti í prófmálum? Ég meina að það til lög það hverjir mega selja áfengi og það varðar refsingu að fara út fyrir það. Það auðvitað hlutverk lögreglu að bregðast við refsiverðri háttsemi. Svoleiðis mál eru leitt til lykta hjá dómstólum, þannig að ég get nú ekki alveg sagt hvernig ætti að gera það eitthvað öðruvísi. Nei. Af því að hvað svo sem að mönnum finnst lögin, þá eru þau sem þau eru. Og þannig að lögfræðilegt álitaefni, þau eru bara mjög oft í gangi í sakamálum. En sakamál fara samt í sinn farveg. Já, það væri samt gaman ef við myndum hætta að hafa þetta, það væri nána skárra örugglega fyrir alla þessi aðalega, þetta væri bara af eða á, sko, þetta myndi hætta að vera þetta vilda vestri dæmi, sko. Já, og eins og ég segi, mér finnst það þetta lúkar illa að þetta þarf auðvitað að vera alveg skýrt. Já, mjög gott. Þá erum við komin í rittarspurningarnar í bland við almennar. Loka leiðurinn. Það er jafnframt loka leiðurinn. Búið ræðislegt. Búið mjög skemmtilegt. Rósmundur Magnússon, hann ríður á vaðið og spyr, já menn segja að auðmenn segi allir nei 29. ágúst, er það rétt staðhæfing? Nei. En takk fyrir að spyrja, Rósmundur. Sævar Þór spyr, hversu margir spretthópar, starfshópar eða vinnuhópar verða skipaði til viðbótar áður en loksins verður tekin ákvörðun lagabreitingu á veðmálastarfsemi á Íslandi? Það er svo langt fyrir þetta. Já, það er greinilega. Já, ég meina ég verð alltaf að tala út úr þeim veruleika. Ég er búin að vera ráðherra í 1,5 ár eða, desember 2 og er með vinnu í gangi þetta mál. Ég veit ekki hvað spretthópar voru starfandi áður, en þetta mál er í vinnslu hjá mér. Talandi vilda vestrið. Já, aldeilis. Hann heldur hér áfram samkvæmt úttekt Gaming Compliance International fyrir happdrætti Háskóla Íslands var andverðið veðmálamarkaðarins metið á tæpa 52 milljarða árið 2025 samkvæmt tölum Hagstofunnar var velta íslenskra greiðslukorta á erlendu veðmálasíðum 21,9 milljarðar króna árið 2025. Er þetta ekki skattfé sem ríkið er að missa af, spyr hann? Ég las nú og var sagt að í tengslu við síðasta stórmót heimsmeistarmótið í fótbolta að þá hefðu Íslendingar sennilega veðjað fyrir 7,5 milljarð. Jesus. Það er þetta einn hlið á þessu með yrði opnað fyrir eitthvað svona blanda kerfi. Þú veist, maður þarf að horfa á þetta út frá innlendum hagsmunum. Það þarf að horfa á þetta út frá ef við opnum með hvað hætti gerum við það. Norðurlöndi sem hafa stíð það skref hafa líka alveg lagt í fjárfestingar eftirlit. Þú veist, það er hægt að loka fyrir bankafæslur hjá þú veist, yngri en eitthvað og þú veist, eftirlit með því hvernig þetta raunverulega fyrir fram. Og er ekki líka bara fræðsla og annað? Fræðsla og forvarnir, en tekjurnar sem að kæmu inn færi þá í það í fræðslu og forvarnir. Þetta er stórt element gagnvart peningaþvætti að hafa innsýn í það hvað er að gerast þarna. Þannig að það er rosa margar vittir á þessu máli og ég held að óbreytt staða er versta staðan og þess vegna er ég að skoða hvernig er hægt að fara inn í þetta. Nú að þið verið í 18 mánuði í ríkisstjórn, ÁTVR er enn starfandi sem aldrei fyrr og enn að verða að kæra Arnar í sandi og fleiri konga fyrir að vera með netverslun og áfengi. Ljóst hvað þessi stundu. Var það ekki rétt skili hjá mér að Viðreisn átti að vera svaka hægri frelsisflokkur, spyr einhver nafnlaus hérna. Ég er búin að lýsa hver mín skoðun er. Ég er reyndar ekki þeirra skoðunar að stóra svarið sé að ÁTVR verði ekki til, heldur að þessir aðalega fá líka vera á markaði. Já, mjög gott. Hvað gerist ef nei verður ofan á þann 29. ágúst og ertu stressuð fyrir því, spyr Elín? Ef nei verður ofan á, þá verður nei ofan á. Og þá eins og forsætisráðherra hefur lýst yfir að þá er það engum vandkvæðum bundið að virða þá niðurstu. Ég er þetta aldrei leið að því ég sé mikið tækifæri í þessu. Er ég stressuð? Já, auðvitað er ég það. Það er
ég vil já. Þetta býsna jafnt. Ég horfi til þess að það augljóslega töluvert af fjármunum í neybaráttunni og þetta kraftmikil umræða, mikil þungi í henni. So far já yfir og hefur verið það allan tíman, en það alltaf augljóst mála þetta mjög tæft. Já, þetta var rosalt. En sko, það býr líka til góðar kosninganætur. Já, maður þarf að finna sér eitthvað góða kosningu. Já, góða vöku. Af hverju heldur að Sjálfstæðisflokkurinn vilji ekki kíkja í pakkan? Ég nú ekki rétta manneskjan til að svara því. Nei. En ég get sagt í allri einlægni að ég skil, mér finnst þetta svo varfærið skref. Já. Að segja já í fyrri atkvæðagreiðslu. Sjálfstæðisflokkurinn verður að svara því hvers vegna þeir og þau eru ekki þar. Mér fannst þetta líka áhugavert að sjá könnuna sem sagði sko fleiri miðflokkskjósendur munu segja já heldur en Sjálfstæðis. Í alvörunni? Já, þetta var bara í fréttunum í gær eða fyrradag. Það fannst mér svona líka ramma inn sko narratífuna það að þú veist breiðfylkingin Sjálfstæðisflokkur ekki lengur. Nei. Hvenær á að keyra á það að afnema réttindi og fríðindi opinbera starfsmenn? Fjármálaráðherra hefur verið með vinnu í gangi varðandi afnám áminningaskyldunar. Það býsna veiga mikið mál í þá veruna og ég held að við séum hyglust á þeim stað að það þurfa að gera. Hér spurning frá manni sem titlaður veikur D-maður. Okay. Það er mjög veikur, já. Er það rétt að allar skúffur hafi verið stútfullar á tilbúnum málum eftir tíð Jóns Gunnarssonar og Guðrúnar Hafsteinsdóttur og eina sem að þú hafi þurft að gera hafi verið að skila þig minn? Þá spyr ég á móti, af hverju báruðu frumvarpinu aldrei niður í þinghús? Já. Voru við á þung? Já. Eitt sem við ekki komið inn á þegar við erum alveg á lokamöndunum þessar aðgerði á Bandero skipinu og landhelgisgæslan og annað. Já. Ertu ekki ánægð með hvernig landhelgisgæslan höndlaði það? Ég er sjúklega ánægð með landhelgisgæsluna í því máli. Ég veit ekki hversu vel fólk áttar sig á því en þetta sést alltaf mjög vel því sjáum myndskeiði. Þarna var raunverulega hætta á ferðum. Það? Já, ég meina skipið á siglingu. Það þarf mjög lítið að bregða út af til þess að og þá ég tala fulltrúa landhelgisgæslunnar og ríkislögreglustjóra sem þarna voru að fara borð. Já. Ég er ekki að gefa eitthvað til kynna að menn hafa alltaf að vinna eitthvað megin eftir að voru borð. En minna, svona aðgerð fylgir áhætta. Þetta var ofboðslega vel undirbyggt og undirbúið á hálfu landhelgisgæslunnar og ég var mjög stolt af því hvernig þetta var unnið að þeirra hálfu. Já. 5 stjörnur frá dómsmálaráðherra. Wow, það er fullt hús. En eftirfylgni með þessu, þau voru heil lengi á bryggjunni og svona. Heldur að Þau voru nú reyndar ekki heil lengi, ég held að þetta hafi verið 5 dagar eitthvað og þau voru búin að vera 5 vikur borð í þessu sama skipi sko, þannig að ég vona að ég verði ekki eitthvað óvænsælust hjá Paul Watson núna sko, en þú veist, ég var ekki hágrátandi yfir þeirri meðferð. Nei, þú varst ekki. Næst síðan spurning kvöldsins, saknar Jakob Birgi sem aðstofumanns eða rakst hann? Ég sakna Jakobs. Við erum alltaf í góðum samskiptum, tölum saman reglulega. Ég meina það er ekki erfitt að sakna Jakobs. Nei, ég trúi því. Sá skemmtilegasti. Loka spurningin, hún er Þorbjörn Sigurður búið reyndislegt, af hverju á fólk að kjósa já þann 29. ágúst? Eins og ég segi, mér finnst þetta að vera spurningu að þarna er tækifæri. Tækifæri til að vita meira. Mér finnst vera, að því þú voru að tala hvað gerist ef að nei vinnur, það er miklu afdrifaríkari ákvörðun. Ég held að fólk sem er óákveðið, veit ekki alveg hvað því að finnast, á bara að leyfa sér það að stíga það skref að fá að sjá. Eins og ég sagði áðan, ég er Evrópusinni í hjarta mínu og veist þráttur að vera 23 ára gömul, að þá hef ég verið það mjög lengi. En maður veit ekkert upp á punkt og prik hvað kemur út úr þessu. Ég hef þá trú að þetta verði gott fyrir heimilin í landinu, að þetta verði gott fyrir samkeppni, þetta verði gott fyrir matarkörfun okkar. Ég hef þá trú að þetta geti gert heilmikið fyrir erlenda fjárfestingu og nýsköpun. Mér finnst góð tilhugsun að tilheyra þessari Evrópublokk núna í þessu öryggislandsleið.
hittur stóru breytirnar í mínum huga. Mér finnst meika allan sens að segja já. Þorberg Sigríður Gunnlaugsdóttir, takk fyrir daginn og takk fyrir komuna. Takk fyrir mig.